Jæja, verið velkomin í viðraun kvöldsins. Við höfum skilja sig á móti Kitty Curry. Leðum við vera aðeins hérna að laga til. Já, sem sagt, afsakað töfuna. Það er bara komið upp smá tæknilegir erfiðleikar hjá Gumma okkar. Hann þurfti að bruna á annað svæði til þess að geta spila. Já, herru. Þetta er sætt. Þetta var öfugt hérna. Já, þannig að Róbert er ekki að standinn fyrir, já þið sjáu það ekki eins og. En já, við sem sagt ætlum að spila draftþjóð núna og svo mun koma smá 5 mínúta pása eða eitthvað og það þurfum að remaka leikinn. Það hendi í first pick skyttuna. Hann er núna helviti öflugur þessa dagana. Og já, sem ég kannski svolítið þærlegt við hann að núna í dag er hann helviti bara gott flexpick sko, þú getur spilað hann sem mitt support, jáfnvel carry sko, ef maður er djarfur. Kitty Curry, þeir svara með Shadow Demon. Þetta er fyrsta viðurinn sem Kitty Curry spilar á þessum móti. Þeir hafa greinilega verið eitthvað smá erfitt að komast í gang fyrir á, að finna leiki til þess að spila. Þannig að þetta er fyrsti leikurinn sem þeir fá að sýna sig. Ég þekki nú miður ekki mikið þess að spila sem er í liðinu þeirra. Þannig að það verður fróðlegt að sjá svona hvað er roles þeir ákveða að skipta milli sín. Já, þeir banna Lone Druid Visage. Ekki er náttúrulega mikill Visage enjoyer og já, svo bara Lone Druid og Sun King líka bara mjög sterkar hittur í þessum matchi. Þeir taka Underlord sem verðist nú bara hætti að vera frekar mikið pikkaður í þessari deild, svona svo langt. Liðurinn sem ég er búinn að sjá þessa hitju bara ansi oft núna í þessum leikjum sem ég allan að vera að fylgjast með. Og já, þeir banna AA. Skilur sjú. Þetta er kannski vita einhvern AA-spammer hjá Kitta og þeim. Henda svo bara í comfort pick á Brygga, Fresnixon, Vents sem var mjög solid. Erfitt líka fyrir Shadow Demon að bjarga hitjum sem eru svona teknar rosalega out of position. Nema að hann fari blinka eða eitthvað. Meira kastins. Skulum sjá hvaða hiti þeir taka hennar næst. Þeir eru líklegast að fara að peka upp kórina. Já, þetta verður nú líklegast bara Dr. Baby. Taka þetta á safe-lininu. Þannig að þeir eru komnu með safe-linið sitt. Þannig að núna geta Kitty Curry að finna einhvern góða support sem læra að leina vel á móti þessu. Og Ursan nú fílar held ég frekar vel að vera á móti þessum Underlord.
ég veit eiginlega svo sem ekkert hvað þeir fíla að spila þessum menn. Ok. Þeir eru bara planið er að svolítið bara að reyna að henda Ursinu út af þessu leini. Bara með damage-i. Þetta er rúglega heldur gott damage combo, bara root inn í suicide og einhverja sprengjur og svo er firestormin líka í gangi með þetta allir þessi súpaðir í gangi. Og já, Venge getur svona, ef hún er með mjög gott position, þá getur hún eitthvað að stoppa þetta, en það er mjög erfið samt. Hún er ekkert með eitthvað svona gott dissing, eða svona, já, counter initiate svona early allavega. Gæti náttúrulega ekki að vera sniper sem er supporta Ursuna. Er kjósa að gera það. Ok, þetta er nú bara heldur gott carry móti carry matchup. Víverinn í Ursuna. Getur verið smá hættulegt þegar Ursan fær Berserk timingið sitt. En svona yfirleitt ætti Víverinn að vera frekar þægilegur í þessum leik. Það er ekki komið mikið hard lockdown fyrir hann, eins og er. Þessi er reyndar hins vegar gott svar á móti honum. Ok, skemmtilegt pick hérna frá þeim. Þetta verður þá ekki klikkur til að taka þennan. Nice Dolker. Bæði liðin, vantar mid. Sus, Puck bannaður. Já, þetta er gummi að spila mid hjá þeim núna. Ég er að muna hvað hann hefur verið að spila. Hann var að taka DK en þeir bönnið hann núna sjálfur. Hvað finnst það nú meira gaman að spila mid? Það er nú að sjá. Það getur allan að þannig sér tekið sko bara frekar greedy mid sko ef hann vill. Þeir eru komin með Nice Dolker sem getur svolítið verið að setja tempo í leinum. Bara Tusk. Áhugavert bara. Loka bannið hérna hjá Skiljósjú. OD. Jaha. Það er instant pickað Primal Beast. Ok. Þetta er orðið frekar melee heavy hérna hjá þeim. Við erum með 3 melee cores. Þannig að Kitty Carry, þið geta örugglega fundið eitthvað gott pick hérna sem við getum svolítið bönnisað það. Já, ég var einmitt að spæða þessum. Ég var samt svona að pæli hvort það gæti virk, já. Jú, það er nú svo sem ekkert mikið sem getur stoppað hann. En ég samt, já. Ég veit ekki, þetta getur verið svolítið volatile sko. Hann getur svolítið tekið í leinum en líka ef þeir ná svolítið að setja hann niður early að þá geta korunni hjá Skiljósjú svolítið komist fram úr honum og gefa honum slæman leik. En ég fíla þetta pick samt. Þú veist, einmitt á móti 3 melee cores. Það er þeim svo talið vera, þú veist, svona go-to hitja. Og það sérstaklega eru strengt, það er ekki strengt, allar strengt í þetta skipti. En það veist. Og já, þetta er ekki
Robert Consequence að spila fyrir Gumma. Hann er á leiðinni, líklegast er hann kom núna. En, já, þar er við það. Við þurfum að remeka lobbyið til þess að hleypa Gumma inn. Þannig að við munum henda bara í stutta pásu og komum svo aftur þegar, já, nýja lobbyið er komið upp. Þannig að ekki fara langt.
Jæja, verið velkomin aftur. Afsakið þetta. Núna ættu allir tæknilegir erfiðleikar að vera fyrir aftan okkur. Þannig að já, herru. Einn skemmtileg frétt sem ég get sagt frá ykkur er að ég verð ekki einn í kvöld. Heldur það er komin hérna með mér leynigestur, hinn eini sanni, Leifrán Helgi. Velkomin á streamið. Já, halló, góða kvöldið. Þú er sérst Ég er, já, hvað segirðu? ég er mjög spenntur að sjá þessa rimmu, sko. Þetta eru, Kitty Karri eru búin að sitja svolítið á kantinum hingað til, hafa ekki fengið að spila ennþá. Já, Þeirra fyrsta viðureign. já, eins og ég nefndi þaðan og kannski fólk sem líklegast veit ekki að það er þú sem ert að þjálfa þá. Já. Hvernig Þeir er eru það svo búið að ganga núna? Við tókum fyrsta fund í Kaupmannahöfn eftir 10 Grand Finals Já, ok. og fórum bara aðeins yfir málin og stöðuna og þeir erum búin að taka nokkra leiki saman og senda með Dota-buffi sín og svona og tala smá strategi og búa til einhvers svona gameplan, sko, en svo erum við náttúrulega líka bara bilihetjur sem að fólk vill spila og hefur spilað lengi og Einmitt. annað, en samstarfið er mjög gott. Þetta eru góðir drengir, Ok. flestir. Það er engin svona slæmur liðsandi í liðinni eins og er. Nei, þeir eru mjög spenntir fyrir að fá að vera með í þessu móti. Flott. Já, það er level 1 smoke á bæði lið. Móka báðir í byrjun, Fresni fyrir svolítið einn hérna, suðu fyrir. ætla sannlega að warda þar. Mínir menn. Það er hérna 2 þéttar þyrpingar. Mókin búinn. Já, smoke er svolítið early. En skilju sig ok, núna er báðir búin að poppa. Bæði lið búið með smókið sinn. Viki Klikk leiðir sína lest. Túra spottar á, Firestorm niður. Sökkun. Risasprengja á Tekkis. Já, rosaleg. Fyrst búin að koma. 2 falla. 3 falla. Þetta byrjaði ekki vel fyrir Kitty Karri. Nei, þetta var Ég samt, fekk fyrsta blóð. það var gummi. Double kill á Gumma. Já, hann er að fara að mitta ekki. Já. Jú. Já, tölum kannski að þessum matchum mitt er þá Primal á móti Timber. Gott Timber match svo sem, en Já. Ég held samt alveg að Primal Beast getur sko drepið hann á ákveðnum levelum sko. Ef að Timberinn er of djarfur á þessu leini sko. Út af því Primal Beastin er ekkert rosa mikið að right-klikka. Hann er meira bara að reyna að drepa hann með trampolínu sko. búinn að trampla fyrsta veifið. Top, Tekkis er næst með þetta. Boyle Serlini. Við þurfum að ræða með að segja þetta. Boyle Serlini. Tekkis. Já, topplaneið. Þetta er náttúrulega Ursa er svona theoretist mjög góð á móti Underlord, sko. Já, ég nefndi það í draftinu. En mér fannst það samt vera fínt support með hann og svona. Þeir geta þá kannski náð bara að sóna Ursin út í leinu þegar fá aðeins levels bara í gallurinn sem. Já, hann er með Blast-off skillað akkurat núna. Er hann nálgast level 2. Þeir eru Dr. Baby er komin level 2. Já, þetta er sterkt Ætlar að aðeins. keyra. Já, kannski ná. Ok, gott Kitty hopp. fer inn. Fær gott blast. Annars bot. Það er Sniper með þetta facet. Nýja fasetið sitt. Rólegt svona til að byrja með. Báðir middarnir kom með bottul, ekkert skrítið þar í gangi. Borsilini hefur verið að sóna þér helviti vel hérna, toplinni, Prestington. Og hvað, hann er... Já, hann er samt með hardkampi. Ok, Prestington næra að devorta hérna, sportkampi. Já. Hardkampi og opið líka. Það er allt opið fyrir pools. Tekkis komin level 2, hér getur hann byrjað að rasa svolítið.
Venge setur annað í áruna á level 2. Já, Það er eitthvað nýtt tech. Já, maður sér nú yfirleitt bara á Wave of Terror í level 2, allan sem ég teki eftir, bara til þess að geta, veist, zóna vel út og tekið fights, en ég meina, Já. þetta virkar Hann er svo kannski að vinna á móti árunni kannski hjá Underlord eða eitthvað. Já, spurning. Eitthvað. Þetta gerir alveg eitthvað. Annars er allt í lastutum bara frekar jafnt hérna. Ursanum er svolítið mikið eftir næjum. Ekki þessi smá klandri. Nær láta kampi spána, það er gott. Fyrsti Lotus top fer til Underlord. Bot fær... Tók Lotus með bot. Sniper tók. Sniper, já. Hvað heit... Já, þeir... Hérna, hvað er liðsnafnið þeirra aftur? Skillisjú. Það er mein. Skillisjú, alveg rétt, já, Skillisjú. Já. Ég er svo vel undirbúinn, sko. Þeir hafa tekið þátt held ég í nokkrum deildum núna. Já, Og þú voru svona, síðast með Gretarara og einhverja í sínu liði. já, rosterinn hefur kannski svolítið breyst alveg, Já, veist. en orgið er sama org. Já, sami heilin á bakvið liði. Já. Gumi bara trampla niður veifið. Það getur svolítið vont fyrir Cromwell að missir af... Já. Það missir bara einu grípi. Hann fær gott B. smókar einn, hann er ekki umlega 6. Hann er level 5 samt. Hann getur alveg drepið með level 3 trampól, sko. Ég held að þessu... Hann er ekki komið með það samt strax. En það er Hann á flest ekki bara trampól. Þetta er allavega 1 kill. Já, Ég veist það flott rotation, sko. Sniðugt. TP mid, vill ekki missa hann einu. Já, það er kannski bara svona sem að spila Primal í dag. Maður er bara að trampla niður creepin og hlupum mappið. já, þetta er litið ódýr spell, svona með hvað hann nær alltaf bara að clear út, jafnvel bara sko heilan hardcamp, bara með einu svona galdri, sko. Já. Hann er mjög mikill floss frá mér, svona í byrjunleiks. Bot er vinski að reyna að ná púlunu, nær einu creepi. Hann er level 3, hann Ég að næstu skattisjótti er mjög mikill skaði, sko. Ég held þess ekki að þetta er döður, já. Já, eru vents. Topp nær Kitty að svara. Ok, það er eitthvað. Ef Boils er henni heitir Kitty, það er svolítið erfitt fyrir maður kallar ekki Kitta fyrir áhuga sama. Getur skoðað hann hvað gerist það þér. Já, þú segir það ekki, því miður. Þeim bara hvað gerist. Já, það er bara frestinsögun. Hann var svolítið bara settur hann á milli steins og sleggju, sko. Tekkið sér náðu gróðan af og bara slóðu svo mikið að Underlordið náðu bara að rotate og fengið frýtt kill. Herru, mitt. Timber, hann er ekki með spells. Hann er bara deyðan, held ég. Já. Hann. Já, hann náðu að poppa 6-inu á undan á... Nei, þeir voru báðir 6. Já. Og Underlord day top. Og Ursan líka, við erum að... Það er alls konar action í gangi Það er alltaf að gerast, sko, skoða aftur hérna hvað gerist top. Byrja góða Underlordið inn. Kemur góð bomba hérna. Og svo kemur hoppið. Það er alltaf ekki skaði. Og hann nærtir, þeir ná Ursan undan. En Underlordið fellur líka, þannig að Frestinsson fær alveg mikið að levelum. Það er bara svona nokkuð jafnt trade, myndi ég segja. Já, meðan nær Shadow Demon að stela 6 mínar rúnu af Já, það er góð Gumma. bot, vill klikk. Klíp upp. er sennilega fallin hérna. Já, bara level 4. Jú. Það hoppar gott rotation hjá Cromwell. Gummi á bounty rune top sem hann geti tekið og reynda að ná í annað play. Nei, hann ætlar að fara með stakk hana. Það er annars bara frekar svona lífjæmt á linnum. Dr. Baby keyrir inn á túru. Ég er alltaf að dæfa hann til turni, ætti við. Bæðileginn fá Wisdoms, enginn sem ákvaða að testa þau, þetta skilði ég. Nei.
Það var alveg lagðar vistum línur sko í uppbytun. Já, það var sett 7 minúta timer bara Já, í það byrjun var- leiks. Já, og hérna sett skilyrði fyrir því að sækja hitt vistum og svona, þeim hefur ekki verið náð. Óefni. Eitthvað sem þetta að kíka fyrir næsta leik þá. Eða næstu seríu kannski. Já, við sjáum að Gummi er að færa sér topp. Já, byrjar undir Lord. Sett hann í sinni Já, túruna hann ætti að vera sneinduður hérna. og góður pittur. Já, hann er með ulti svo fyrir tekið sín. En vill Hann vill taka meira. Nær, Ég held að slá hann henni. sér ekki undir komið leið hérna sko. Já, Hann er, új, óóóó, grípur greip hann. hann í lofturinn það. Það var rosalegt maður. Já, hann er að taka öll rotation hans eru búin að ganga vel. Sem er Já. einmitt það sem Prime Beast vill fá sko. Cromwell fær 8 mínu rúnið. Það er ennþá ekki að fá þessi power rún sem er alltaf gott fyrir. Öndulord er að koma inn í mitt. Þetta Það er er svo sem rúndinu. double damage timber svo. Það er ekkert joke. Nei, þetta level 4 Willing Death sko. Var þetta ekki Já. bara eitthvað 50% lífið þessi eitthvað annars? Þetta var fáralega mikið, ég átti alls ekki vonað að það verði svona mikil hætta. Og kannski ekki Gummi heldur. Já, og nú er búið að skilja víverinn eftir niðri. Sjáttu er komin topp. Já. Bara að keira eitthvað í gang. Vens sér hann hérna. Dr. Baby, þeir ætla bara að keira á hann. Já, þetta verður líklega skeiðið Sjáttu því. ok. Nefnum að tekja sinna að gera eitthvað. Er það portal sant? Það er portal. Þetta er frekar stutt portal hérna. Já. Þvílíkt hopp hjá Boyselíni. Swappi kemur gott swap hjá Fresna. Gefum smá við 2. Hann líklegast þarf að forna sér hérna. Sniper mætti líka. Hann á hann ekki eitt í viðbót? Jú, hann ákveður að spara. Cromwell. Herri, þá mætir Cromwell. Tekur úrsuna. Binski sennilega í klandrina. Primal er tippið inn. Ó, nær sennilega, já, Cromwell er fallinn. Hörkur rotation Cromwell. Næstur, Viki er mættur. Hingað ekki lengra. Fer á túruna. Gummi grípur tekkis. Það er doppel kill hérna. Mikið action maður. Já. Þá kemur... Já, svona bot. Góð mætingina hjá Skiljusu á toppleininni. Víverinn, hann greinlega fekk ekkert rosa góða byrjun á leininu sinni. Hann er Nei. lægstur á öllum korunum. Það er nettverður. Ég allan að sko sá ekkert svo sem Nei, hann er með ágætis lastið sko. Þannig Já. séð, kannski orðið svolítið erfitt síðast, en alltaf hann hefur ekki verið með í aksjónu hingað til sko. Nei. Byrjar að bilda mailstorm á Víver. Þannig er, já, komið með Cornucopia í Battlefield sitt. Það eru Vents, hún er bara bot. Víverinn, sér hann samt, koma. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Já, ætli þetta séu ekki bara turn, frí turn. Fyrstu turn í leinum. Tower is under attack. En það er nú, er það ekki eftir Það er portal mitt. Hann er með shield rune. Já, Og blade mail. Fyrir þína menn, síns mér. Byrjum við sjá, Boyselíni er á leiðin út. Já, það var með svappana. Ok, allir galdrarnir notaður enginn þeir. Viki er að koma hérna. Passa ykkur að þessum. Já, það er nótt. Á, hann TP samt, bara leið. Ó, gott TP á Sigga þarna. Mjög heads up, sko. Reka klöts TP. Leiðilegt þegar maður gleymir þessu þegar maður er að spila þessu hetju að maður notar Q-ið sitt. Já, einmitt. Það er bara hægt að Radiant's middle TP. tower is under attack. Þá byrja skilja svo að pressa mid. Ursan, já, hún fyrir bara bakfyrir. Bara mjög typist. Timpir komið Kaja. Þannig að hann er alveg klálega hetjan sem gerir langmesta damage núna. Já. Kitty Curry. Hann er með damage, sko. Hljóma Gummi er samt að rísa upp network-tjaldið ansið samt. Já, Það hann er er bara búinn Illurún. að vera með svo successful gangs og, já.
Shadow Demon er hérna í No Man's Land. Kennst það út úr þessu? Nei, Nei. það er steindur. Assassinate, ok, þetta er Ok, söndar. kaupið tíma. Já, Þeir stoppa charge með pittinum, Blade Melee fer út. já. Hvað með anime Viking ljósin? komin í bak. Ó, Gott Kitty hopp. með gott hopp inn. Ein Það er sprengja, bobbur. önnur sprengja. Ó, snæpir. Já. Já. Okkur er að koma aftur inn. Er það nóg? Þetta er snæpirinn. Já, þessast að. Ó, Þetta voru lítið, sko. Þetta er svo insane Eitt hit. á móti þessu strength coreum, sko. Oh my god. Hann er með Firestorm. Hann Hann nær honum, maður. Ég held að það væri svo byggja bara. Alltaf leið. Vá. Fylgt play. Já. Þetta fór þá bara ansi vel. Já, Fyrir Kitty Curry, sko. galið vondur fight fyrir Kitty Curry. Það var alveg bara hnýja í gulli og XP, sko. En, þú veist, Já, það er gott fyrir okkur. Já, það er svona, Gummi fekk að fara út og kom með aðra umferð af göldrunum sínum sem að hefði getið gert það mjög vond eins og bara dó hann óvart á móti Worlding-deathinu. Og Já. Kaja líka kikkaði inn vel hana. já, Gott með að vera nýkomi Kaja, sko. Þetta er náttúrulega geggjaður timberleikur, sko, að vera að spila á móti 3 melee cores. Já. Það er aldrei að Gummi vera er smókaður. Hann vill gera meira. Já, það eru ekki margar Það hittir. er að koma 14 mína XP rún. Kitty tekki sinni in position. Ég held við séum bara óseinir til þess að finna eitthvað að stela þessu. Eins Já. og við sjáum líka, þú veist, þeir eru með mjög defensive orðaðina hjá Skillisjó. Það er ekkert sem sér yfir lækinn, sko. Já. Ekki klikkar að fara í Echo. Herru, Túra getur verið í vandræðum. Gummi hliður upp. Takki. Fær með Kemur söksu. sökkun. Hitti á Ok, hoppið. Stór topp. Inn í Kemur tippur. Cromwell. Tipper damageið. Ó! Gummi fellur. Dr. Baby. Dr. Baby er inn. Hann er með innviss. Innviss. Snæperinn nær honum. Það var sending, Viki já. klikkar ekki hættur. Klára líka þetta Chad Newman. Weaver ultar út. Ok, það er bara timelapse þessu út. Já, allir frekar low en þess að hjá Það er Skillisjó. mikið damage, sko. Já, þetta er rosa mikið burst sem þeir hafa henni hjá Já, Gekari. Já, það er Tekkis Cromwell, Tekkis Timbersaw kombo. Já. Hvað segir fættir ég við? Þessi, þau gera nákvæmlega saman damage næstu því, liðin. Ég held að það var, Já, það var alveg gaman að sjá bara Timber líka að fara bara í blink, held ég. Bara þess að geta follow upp þessu hopp. Og það er þessi Stekki sem er búin að ná helviti góðum hoppum í þessum leik. já. Hann er að rasa sífa, svona hann vil bara meira damage. Já. Það er flott líka. Hann bæta upp bara. En þessi sniper er búin að gera ansið mikið, þessi shrapnel og Binsky er búin að vera mjög vel pleysið. Komið svona- mikið damage í þessum tíumætum. Það er aðlástaðan okkur hann er núna hægt að spila hans sem support. Þeir eru einmitt bara út af þessu fasetti. Dr. Baby er komið battle fyrir sitt. Já, herri, þeir smóka. Hvað sjá þeir? Þeir sjá allar neitt. Fresni breykar þá. Já, ok. En gott break. Já, ég Þetta er klárlega worth fyrir Skillisjó. Gera Þeir portal. pitta á bakvið. Weaver er hérna. Veitu, Hvert fer hvert Dr. Baby? ætlar hann? Hann veit eiginlega Þeir ekkert hvert hann á að finna fara, sko. Hann er multi. Ekki TP samt. Ég held að það sé steinduð. Ekki, það er eitt tími að bæta á venst. Ok, ok. Já. Hendur inn í stönni. Nightstalker er að koma brjálæður hérna á hliðinni. Assassinate. Ok, hann klárar stekki sinn. Dr. Baby, hann er samt svo low en sko, hann getur ekkert að bæta með liðin sinni. Prime Já. Beast. Er að leita einhver. Nei, þetta er búið. Já, ok, þeir eru allan Eða að, þeir náðu að björga ursinu sinni. Viki, Já. eitthvað að leita hérna, en samt til að eitt, sko. Primal tipi er bara mid. Það er ennþá XP-rún. Dire megin. Þeir eru ekki að láta hann bara aðeins að gerjast. Já.
Já, við sjáum það að Víverinn er aðeins að ströggla að halda í við nettverðið í einum. Já, núna kannski það er að koma Maelstrom, þá nær hann, ef hann innbyrnir bara svolítið á að farma, þá held ég að hann kemst þetta Já, tilbaka. er það með hann? Já, ég minnst þessu. Ekki klikk, hann var bara tekkisaður. Radiant structures are fortified. Boils Lerini er að eiga stjörnuleik hérna. Tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. En mitt, turnin er að falla. Kútið fyrir inn fremstur. Pittin heitir ekki neitt. Leiti að fenda turnin, þátti nægið. Ræmal er 800 frá BKB, sem að verður stórt. Já, Og mjög komum svo. Blinddager, sýnist mér á úr svona, já. Eistrún, hann kannski alltaf þjóðstæði? En já, það skipt ekki máli. Dire's bottom tower is under attack. Svo, ég ætla aðeins að skoða hérna hvað gerist toppliðnaðan. Það er svolítið síðan. Já, bara góð notkun á spells, leiðir í kill. Þannig, það er leikurinn, nokkurn veginn. Já, Já, ég er pínu hissa að sjá ekki skilja svo vera að hóta Rós hérna svolítið. Komni með, að þið vantar reynda Blinddagerinn á Vikka, á Nightstalker. Þá eru þeir kannski komni með svona öll, og BKB og Primal, þá eru þeir með frekar stert timing. já, Ættu að hugsa um Rós. Við sjáum, Dr. Baby er mögulega í klandri. nærtu söpsun. Sniper, eins og Það er Snebby TP-inn, I don't know. Vens er næsta. Ulti rennur á honum, við Já, erum timing á Vens. ég held- Sniper í klandri, já. Og nú hvað er gerir bara, Fresni? er að falla hver og eftir hverju verðum. Hann á, það væri mjög sorglegt fyrir Gillisu ef að þeir myndu kíkja núna upp í vistanir. Já, einmitt. En já, ég held einmitt sko að hann þurfti að TPA fyrst hana á Frestingsson til þess að Já. bjarga úr sinni. Klálega. Greinilega bara Binski er með fljótari viðbröðaldir en Fresni. Fljótari Já. á takkanum. Hann er þetta komið forstaf. Hann greinilega bara náðist kannski komast í reynd til þess að nota hana. Það er ekki mjög langt kast eins og fórstaf, en sjáum að Kitty Karri er að færa sinni í trianglin, þeim finnst þeim vera á góðum stað. En Já. já, nú sjá þeir BKB-ið hjá Primal. Nightstalker er TP-in með, Það er Sildrún þeir vilja keyra hérna. á Timber. Það getur verið stórt. Hann er mjög nálægt sívarsinu sinu líka. Þeir allir ykkur smóka, já. Já, Hvað sjá þeir? Sjá eiginlega ekki neitt. Þetta er eiginlega að henda upp einhverju vissinu hérna. þeir eru að hlaupa á tekki sinn. Já. Poppið inn í springjuna. Já, herri hann, nær blinkinu. Þeir finna hann. Ó, tjartið. Nei, Já, ok. það er takkt í. En allt er að sama skapi að tanki hennar smók, gefið þeim midturnin. Ég vil segja að væri sem ég bara worth. Já, ég held líka sko að þessi smók gefur núna Frestingsson smá space til þess að geta sett upp einhverju vorta fyrir það. Já, jú, rétt. Nú eru þeir með 2 Wisdom Rune. Alltaf. Já, hann Róbert hann nú eitthvað að tala við sína menn. Ja, er þetta liðans konsa, já? Já, hann er að komast að það. Ok. Þessi Wisdom sko, þeir... Já, kannski bara erum drullið sami með XP, ég veit ekki. Eru þeir ekki að leiða í XP hvort þið er? Jú, eins og er. Já, en það er smá dífa hérna tilbaka, síðustu mínúnar. Ok, allir positionaði topp. Nú fáum við eitthvað aksjón, sko. Poppa bombum, dívorta hægrandið. Návartinu. Þannig að þeir eru með mjög mikið vision advantage hérna. Það Ég sáparinn. er Er hann með vision? Hann er ekki með vision. Það er ekki sem lifir.
Nú er hann svolítið out of positionina, sko. Er eitthvað til að sjá Mjög hvað out of position. Ok, Fær hann swappi. Byrju, hann swappaði Timbernum. Timbernum alltaf lagi. Timbernum fær killið, heldur áfram. Fresnir dead. Hvar er Vikki? Það var rólegur. Ég held að við erum bara að fara út núna. 4-5. Það var líka shield á Timber allan hann tímar. Já. Gummi eiginlega cancelaði chargeinu sínu inn. Herri, portal. Og þeir setja pitt. Hann chargear pitið. inn í pittið. Hann nær honum! Ok. Gefandi ulti. Þetta er nú Þessi er frekar frekar tanki. djúft, sko. Vá, Sniper er bara bráðnar. Það er komið sko Crimson og Mech á Underlordin. Ætlaði að reyna með hana? Nei, ok, hann kemst út. Meðan var Vikki eitthvað held ég að reyna að leita frí kill á sjálftíminn. Það verðist ekki að virka. Nei. Já, þeir eru með Soul, eða ekki Solar, næstu í Solarcrest og hérna og Glimmer sem er búið að gera mjög góð hluti. Við sjáum að Fresnir að rösa Akanims. Það veist það pínu gráðu en það getur virkað ef hann kemst þangað. Það vantar kannski eitt Glimmer. Skiljið sem eina svona. Já, hann veit kannski meira bara, já, finnst bara swappur að ná. En hann Já. hefur nefnilega ekki náð að taka þessi save swaps hingað til, sko. Ég held að hann líklegast misklikkaði hana í síðust fætt og vildi Já. bjarga Ursinu. Cromwell, þeir voru allir að hlaupa á hann fann þetta á sér. Já. Týpir út. En þú sér, þú veist, Ursan, hann veit að hann áalega geta bursta niður þess að supporta. Já. Þessi heldis Glimmer capes eru búin að koma í veg fyrir að hann kaupir bara dust sjálfur. Það doblar upp á döstinni sko. Sem er Þeir flott hjá honum. ætla þeir í rósar hérna. Þeir eru að fara topp, já. Já, eða ekki. Þeir eru smókaðir. Já, Kid Curry. Ok. Komið Gleiknir Þeir eru líka og Víver. Já, Gleipnir er enda mjög gott item hérna. Ég skil, já, þeir eru svona ekki að hlaupa í aftur rós. Nei. Þetta verður þá bara frírós. Já, þeir ná honum alveg fyrir. Ég væri alveg til í að sjá eitthvað. Nota hann að smóka og kíkja á X-byrjun. Já, það er nú Þetta er alveg eitt hálft level eða eitthvað sem býður hana. Já, það er 2 mínútur í að vera 3 hérna, sko. Ertu með prediction, hvað að vera marga wisdom sanna? Það verður að 3 ára að það verður tekið, sko. Þeir sé að fara að spila of aggro til að hugsa um þetta núna, sko. Skilísjumenn. Það er eitthvað tæknivandamál. Já, stutt pása. Já, en leikurinn er náttúrulega allir í játnum, sko. Já, mjög jafnt, hingað til. Ursu Karri leikir þó Ursan sé kannski ekki aðalhitt en hann nú á það til að Taylor er svolítið off, sko, ef að þetta timing fer illa, sko. Já, mér finnst líka bara koranir hjá Kitty Curry skila betur á móti hinnum Já. koranum. Þú veist, Víver, Já. þegar hann er að komast það stiga sem hann getur verið með BKB á móti næstelkur og svona, þá muni þeir vera held ég svolítið basli með að læsa honum niður, sko. Þeir eru þetta með Prime Based ulti, en það er nú frekar unreliable, sko. Já, ég held að Primal ulti og damage sé svolítið X-faktorinn hérna, sko. Hvort hann fari í Akanims og eftir og þú reyna að brjóta Víver og Timber til dæmis og þú veist, allir 3 koranir eru effektaðir af breykinu, sko. Já, einmitt. Það er ekki svo sem það er næst æta með. Og mér finnst líka Sniper support svona fall off því lengur sem fyrir leikinn. Þannig er yfirleitt í support-rónli er aðlega þetta skattasvöld sem er að svolítið vinna leikinn fyrir en svo setna meir tekum við alltaf eftir þessu. Já, og Sjardin reyndar, sko, hann getur verið mjög klöts en hann er Já. ekki með hann kjúan upp núna, sko. Já, væri það aðalega mótið bara vífurum. Það er nú ekki margir aðrir sem eru að rætklika. Já, þú getur samt svona relocatað, skiljur, óvinna, það er allavega þannig nú hef ég notað það, sko. Ekki Já, þannig ég skilji, ok. Já. Ok, þeir eru ready. En þú sér inn á Visioni hjá Kid Curry, það vantar ekki upp á það núna eins og sjá nánast bara allt mappið fyrir utan svona Já, efri part. þeir vilja bara spila hann að hægra megin.
sem er fínt að meðan andstæðingarnir eru með Aegis, þá er kannski bara gott að treyta objectives í smá stund. Þeir eru ansið nálægt þessum vistofum sko. Nú vona að einhver kíki. Það er þrefald stakk hérna sem að Ursan fær, þakka fyrir það. Já, þetta er nú eplilegt að finna. Og taka svo Tormentorinn. Já, sko, Kitty Carry kannski ef að þeir vilja treyta Tormentus, þá munum þeir sjá þess að vistum. Eða þeir fatta það. Já, ég hugsa að það sé planið hérna sko. Þannig Hoppa að klippi. bæði lið eru bara svolítið að dodsa hvort annað. Treyta Þeir objectives. byrjaðar að harrasa aðeins. Þeir bara turna treyt. Og þeir ætla í Tormentorinn Þeir og sjá fá vistum. gjöf. Ok, fengur 2. Dúti er komin á 16, takk fyrir. Næsta level. Herru, Viki Klikk, fara hann inn. Hann er inn! Það settu í hann. Radiant þeir fá Tormentorinn. Á Tormentorinn. BKB og Gumma. Auður. Ok, settu mun falla hérna. Settu Tímon. Hann er á lífi nær að sökkva sjálfur sér. Pitlord er að vinna svaka vinnu þarna á þess að gera hann að sneitt. Dr. Baby er í hættu á Aegis. Crowell, ok. Hann er með blink, sko. Hann er Þetta er mættur. Þetta er Aegis. Ok, Gummi vill inn á Timbersaw. Það er damage á móti. Já. Óþvílið þá. Þessi springa báðir. Nú er ekki margir eftir, þessi hjálpa Nei, kæra Dr. Baby. er að fatta þetta. Já. Þeir tóku náttúrulega hann að fight vitandi að Tekkis væri hinum einn á mappinu en hann átti þess að TP niður á outpostið. Held ég að við gerst, örugglega. Kemur þá í hérna seinni bylgjuna. Já, það Underlord, hann notaði ekkert eitthvað portal fyrir Nei. hann neitt þannig, sko. Hann er það með það bara. Ready to go. Svo maður sjá líka á Underlord, ég segi hann sé ekki að gera mikið en hann er náttúrulega með og áruna að taka damage af úrsinu og með árunar sínar 2, Guardian Greaves og Crimson að gefa öllum armor og damage block. Þannig að það er svolítið erfitt fyrir úrsuna að bursta og sjáttum að náða að lifa hann á 200 HP eða eitthvað til lokin. Já, hann fekk hann með þarna Crimsoni og kannski Guardian Greaves líka sem er að gera rosa mikið, þú segir. Og ég líka, þú veist, ég skil við ekki að klikka hann að byrja svolítið snemma á fætnum. Þú veist, þeir eru að taka rosa mikið damage á Tormentorinn. En bara ég held að liðið hans var ekki alveg komið tilbúinir þarna. Þannig að þeir voru svolítið splittaður upp mest vegna þessum fætt. Meðan, þú veist, Kitty Carry, þeir voru allir bara saman og náðu að fæta bara vel. Já, það var rétt hugsun. Smá óhefni í coordination. Já. Það eru drekaflugur hérna á botrún, defenda, þetta amplify damage. Herru, Ok. Binni bara hann skýtur þetta bara niður. Það er annar smók. Ætla þeir að skilja túruna bara eftir. Já, hann getur svo sem alltaf bara portala inn. Já. Þeir eru að fara að ramba inn að Fresna. Hann er mjög góður að tanka þessi smoke, sko. Herru, ok, sjá tíman, ríkulega stundi. Sjásendímon, Ok, svoppunum. hann er með Pavís. Já, það er líka dagur, þetta sælt sem stutt. Viki Klikk er fallinn. Túran mætti inn. Nær 2 minúti geitið. Þessir eru frekar dauðir. Já, þeir eru að baka. Það er reynir að tepja. Þetta gerist hratt og fast, sko. Já, þeir eru komið með rosa mikið damage hérna hjá Kitty Carry núna. Já. Já, hann er komið sífast og blinkið, hann er komið blinkið sem þú talar líka til að followa þessu upp. Og þeir eru lúmst tankið. Þetta er pínuð svona óþægilegt, það er allir með glimmer eða pavís. Þannig að þetta er allar ekki uppgriðað í sólar, vonandi kemur það. En þetta er svona, það er svona síðustu 3 höggin sem býða alltaf eftir manni einhvern veginn. Já. Það er tjúka mann svolítið, sko. Það er annar tier 2 okkar menn. Já, allir þessi cores hjá Skillesju, þetta eru svona, þú veist, þeir vilja svolítið vera að bursta squishy hedges. Já. En þeir eru bara komin með aðeins svo mikið itemi sem nú komið í veg fyrir það. Þá verður það svo vandrarlegt, þú veist, að Ursan hoppar inn, búinn að nota overpowerið sitt. Eða, þú veist, Primal Beast búinn að nota alltaf spellan sína. Þú veist, þeir eru svolítið búinn að tæma tankið sinn, bara í byrjun fights og þá þurfa bara að bakka, en þá einhvern veginn bara kemur Gleipnir og Tekkis hopp og rútið frá Underlord og já, byrja bara að vera mjög erfitt. Brjálaður Timbersaw. Já. Sjáum að Víverinn fekk annað.
Expirún, komin á level 19, er væntanlega hæsta levelin, hvernig þetta nettorðið? Það Timbi svo aðeins efstur. Say goodbye to your head. Er hann með... Já. Hvað Það er er gott að nálgast- voice line á Ursum er. Hvaðan er þetta? Þetta er örugglega bara master tier Ursa Gól! voice line, sko. Just what I needed. Og það er maður að vera master til að fá svona. Já, ég held að þessar voice lines sem eru svona fjólubláar, það eru master tier voice lines. Eða grandmaster. Eða hvað sem þetta Er þetta heitir ekki Grandmaster Icon hjá honum? Er hann ekki level 30 eða? Jú, hvað er 25? Hvað heitir það aftur? Ég á enga hetju yfir 20 og eitthvað. Ég veit að 22. Það hefur aldrei séð hvað það heitir. Það er aldrei, ég veit ekki, þetta er eitthvað nýtt fyrir mér. Herri, þeir ætla að keyrast það aftur. Já, hann er 100 gulli frá BKB núna, Viki Kleik. Það mun breyta svolítið hans örlögum í þessum fætum, held ég. Já, þetta er náttúrulega Það ekki er hann alltaf ekki í fyrsta góðinu sínu. Já, þetta er náttúrulega alveg bara výverið sem getur eitthvað verið að pjörsa þessi BKB, sko. Já. Og ég myndi ekki að segja að hann sé komin á eitthvað það hátt Nei. stig, sko, í svona damage, physical damage. Já, það mun líka telja ef að Fresni næri svo Aganimi að hann getur svona svolítið fórnað sér inn og valdið aðeins meiri usla að gæti talið. Svo er náttúrulega bara svo mikil damage í loftinu að það er erfitt að lifa af eitthvað. Jafnvel með seinni mánuðinn. Þarf vel að reyna að fá þetta level 12 sem fyrst, sko. Þannig að það bara með þetta level 1 swap. Já, XP missirinn að telja Já, hann, ég myndi svo sannlega, sko. Þeir standa undir svolítið vision hérna. Já, hvað sjá þetta er, menn. Já, það er með þennan og þennan. Ok, þeir ætla bara að pressa. Það er engin rós hérna í þessum alveg strax. Þetta ekki, sko, hann er, sýnir engan ótta hérna. Það er bara fremstur, sko. Nei, Inn í það er bussuna. oftast gott, sko. Stundum vond. Þeir samt, já. Þeir ákvaða ekki að fara inn í þarna, þótt að þeir voru með helviti gott vision. Ok, smóka núna, voru kannski að bíða eftir því. Ok. Þeir eru með Tacticsinn og Shadow Demonin undir visioni, sko. Þeir eru að reloga þetta. Náður að bursta Tacticsinn. Gummi ætlar í bak. Tacticsinn breykar 3. Heitar þetta hérna. Vision. Þeir eiga það. Jú, þeir eiga það. Ok. Það er swap inn. Klik, pop, BKB. Gummi fyrir gegn. Það er Víverinn. Hann er bara að lemja Dr. Baby. Dr. Baby er dead. BKB er á síðast stundu. Els kemur aftur inn. Gumma er sökt. Túra er að fara inn í gateið. Hann náði blinkinu hann einhvern veginn út. Já. Dire's top tower is under Það er svona frekar Já. skrýttin fætt einhvern veginn. Veit ekki. Já, þetta voru eiginlega 2 fætar, nánast 3. Það var einn uppi Tier 2 turnin, einn vinstra megin við hardkampi og einn hægra megin við hardkampið. Já. En svo bara svona að dó fyrirlega lítið að hetjum einhvern veginn. Já, En já, stærsta kýlið kannski Ursan hérna. Já. Þetta er ná buyback vend, sko, hann er núna ennþá lengri í Já. burtu frá sem X. Þetta er ekki... Það er þá svolítið í þetta, sko. Já. Það er komið level 12. Sjá hann hérna. Finna Fresna, það stönnar. Er það dieback? Ásvoppið. Já, Þetta dieback. er dieback. Það er svolítið tanki á Sivas. Gummi, hann ákvæður að tjárta út. Sjálfsagt rétt ákvæðin hérna. Já, ég held að allir mjög lóðina. Pingut wardið samt, Farinn. þannig að þeir vita að það er ward þarna hæggrandinu. Já, komið Axe á Underlord. Radiant's bottom tower is under attack. Já, mér hefði bara líst vel á það, á móti þessum melee kurs. Já, Bara ennþá meira perandi að Sérstaklega fylla Primal. Já, ég veit. Það er aldrei að charge inn alveg nema bara að poppa BKB á undan. þeir fá Tier 3. Herru, þeir eru inn, ætla á Kitta. Hvar er sökkunin? Hún kom ekki. Gummi er brjálaður og hann er inni. Cromwell er að falla svolítið lágt. Ulti. En Silence er búið. Hér kemur damageið. Gummi fellur. Cromwell er inn, Dota Baby, glimmer. Force out.
Sony portalina. Já, Malsi. annað. Það var flott. Þetta var fínt góð hjá Skilju, það vandaði bara svona herslu munin að klára síðustu 2 sko. Já, ég held að þeir eru bara komið með smá skaðavandamál núna. Svo rosalega erfitt. Þeir eru að committa svo fárlega mikið ef þið vilja ná einhvern veit. Ok, góð aftur. Það er pittur undir sjálfdímon. Ussan er á frekar vondum stað, á ekki BKB, svoppa Gott út. swap. Flott swap. Resni fór sem segir fyrir sinn mann. Já. Kúki er að elta. Cromwell er inn. Beyond godlike. Takk fyrir. Og pitturinn er... Veit ég svona lítið, stækkar pitturinn... Já, þetta increasear líka radíus svona á bara venjulega pitturinn. Já. Ég vissi það ekki sko. Þetta er lagi. Já, maður sér nú ekki axinn mjög oft finnst mér á Underlord. En eins og í svona leik þá finnst mér þetta bara að vera mjög cool pick-up sko. Já, og það er double rags fyrir Kitakari. Já, Viki Klikk notaði buyback sitt, þannig að það er núna engin með buyback. Já, skilji sig eins og þeir. Þannig ég held að þeir geta bara verið að sitja hérna síðast strax í án vandræða. Þeir ætla að taka eitt síðasta fight. Skilju sér. Hvern jumpa þeir? Allir með pick-upið uppi. Komið fyrir inn, Hey. nær vífurunum. Er þetta eitthvað follow-up? Víverinn góð sökkun hjá Sjaldnímon. Já, mjög gott. Hann er ekki með pick-upið, ja? Já, þeir fara að sjá um í staðinn. Hvar er Víverinn? Hann er að lemja frá sér. Menns fellur, baklinni. En Dr. Baby, hann næri ekkert að berjast inn í þetta lið þegar pick-upið hans er búið sko. Nei. Og meðan þeir eru að díla við supportana er Cromwell bara að hakka sig í gegnum. Það eru gott Skilur júkina, sig. þetta ekki ís, nærfælsi, en hann er með flying vision. Ó! Hvernig tók hann engan damage úr? Ég eitthvað skrítið. En það er komið Megas. Já, það var Tekisi, minnur þau. Já. Það var hann að neutralite með hans öruglu. Blokka. Já. Dandelion Amulet, já. Herru, þetta er þeir GG út. Já. Já, gott debut hjá Kitakari. Já, taka sem fyrsta leik, Já, það er... bara nokkuð samfærandi. Ég myndi segja, varst það þú sem stakst upp á þessum Timber last week eða? Já. Svona, jú, ég ætla ekki að segja of mikið. Ég segjum að ég hef gert það bara, já. Ok. Já, maður fann það svo sem að það var rosa lítið sem gætt svona barast á mótum. Já, kom mjög vel út í þessum leik. Og líka eiginlega Underlordin fannst mér koma mjög vel út í þessum leik líka. Og Tekki sinni, ég var ánægð með Kitta. Já, þetta er eiginlega allt eiginlega bara, þú veist, bara mjög góðar hittur um þetta Mellis, myndi ég segja. Já. Herru, þá þarf ég að fara að sinna hinu hlutverkinu mínu. Já, herru, ég þá bara, ég heyrir aftur bara eftir. Já, við ætlum bara í með eftir, við heyrimst. Yes, skilja mér. Herru, já, ég ætla þá bara að setja upp seinna lobbyið í gang. Hérna er eitthvað svona stat, ef fólk vil sjá það. Annars er líka hægt að sjá þau sjálfur með að fara hérna í Tournament, Amateur, Europe, skóla niður eða skrifa hérna litla kraftadeildin og þá getur við fengið aðgang að öllum leikjum og replayum á þessu móti sem er mjög hendugt. Ok, herru, ég ætla að hendi í stutta pásu og svo kemur leikur 2 en skams, ekki fyrir langt.
Jæja, velkomin aftur, gott fólk. Kitty Kari, unnuleika 1. Já, svona. Bara nokkuð samverrandi, þú veist, þeir byrjuðu aðeins, sem sagt, já, töpuðu svolítið lane stage, en náðu komið sér aftur inn í leikinn. Bara held ég, bara var að spila heldur vel, samsett lið og já, svo fannst mér allan að mínu mati bara að vera með svolítið betri hetjur, svona hero matchups bara. Þannig að já, spurning hvað skilur issue og consequence ætla að gera við leik 2. Það verðist nú nokkuð með bara að vera sömu buns fyrir utan Shadow Demon núna, ákveð að taka hann út. Já, vissi þetta sem fer út líka, þannig að Kitty Kari þeir ákveða bara að halda sínu bönnum nákvæmlega eins. Já, ég hef nú ekki mikið þess að tala svona í draft, þannig að chatið þið vilja að ég tala norsku í staðinn, þá segi ég bara til. Þá getið alveg blarað út í eitt, sko. Ok, taka önduröldun líka. Þannig að Kitty Kari, þið þurfum svolítið að taka öðru í þessi line-up núna fyrir þennan leik 2. Tala norsku, já, ok. Ja, Skillius jo de tar Dragon Knight first pick. Han var jo firstbanen i første spillet, så han Skillius jo får å ta nå andre gangen. Så vi får se at det er jo veldig sånn koselig pick for Gummi, Stemma og Sova. Så ja, han liker veldig godt å spille Dragon Knight også. Og da tar Kitty Kari sniperen. Skillius fikk sniper i spill 1, og da tar Kitty Kari dem i spill 2. Så ja, begge lagene syns at sniper er bare dritbra hero nå. Denne metaen, så ja. Men samtidig ikke bra nok til å banne den i første banphase. Så det er ganske interessant også. Tar ut Tusken, ja. Den er han er fra Norge, tror jeg. Har en sånn norsk dialekt. Og da tar de Centaur, ja. Det er sikkert comfort pick for Tura. Tror jeg sier det riktig. Ikke hans, altså.
Ja, det høres ut som han er sånn bare veldig sånn stabil offline spiller. Tar Underlord og Centaur og så slags heroes. Og det er bra å se. Skilles jo, de sikkert tenker på å ta en support nå. Vention for Fresnixon gikk ikke så bra i leket, så det er spørsmål hvis han prøver noe annet da. Ja, han tar Oraclen sin, ja. Det er også en koselig pick for han. Spiller ganske mye Oracle også. Ja, ganske bra mot sniper, synes jeg. Han kan bruke face-eating til å ta ut alle magiske skaden som sniper gjør. Så blir det Mirana, ja. Ikke hero som vi har sett veldig mye i den litt kraftigere delen så langt. Men vi får se. Jeg tenker at det blir sikkert Mirana support denne gangen. Men hvem vet? Alt kan skje her i kveld, altså. Ja, de banner Ancient Apparition igjen. Så de vet noe som jeg vet ikke. Sikkert noe bra AI-spiller i Kid Icaria-laget. De tar Tekkis igjen. Han hadde et veldig bra Tekkis-spill i første spillet. Så det er ikke veldig overraskende at han tar det igjen. Center Tekkis er et veldig bra lane også. Ja, folk ønsket at streamet skal bli på norsk, ikke islandsk, så ja, jeg vet ikke. Ja, Hjalmar Arms i chatten spør hvor er Timbermannen? Godt spørsmål, takk. Hjalmar Arms. Veldig godt spørsmål også. Ja, de har ikke like mange strength melee cores denne gangen, så de føler seg ganske bare trygt at trenger ikke banne den gangen. Ja, men Jakiro, så det blir sikkert sniper core da. Ja. Og first pick sniper core. Sikkert mid da, mot Dragon Knight. Det er ikke så veldig bra matchup for sniper, synes jeg. Eller, ja, nei. Ja, det blir kanskje ikke Dragon Knight mid da. De tar Primal Beast. Han er jo dritbra mot sniper på midlanet også. Han bare trakker over den, og sniper har ingenting til å gjøre. Han må bare la Primal Beast trakke over seg. Han kan ikke gjøre noe ting. Han har ingenting, altså. Han er helt håpløs. Men ja, kanskje litt sånn inn i late game, men så har han en veldig svær pistol. Og han kan begynne å gunne på Primal Beasten, og Primal Beasten han har ikke bra nok armor til å gjøre noe annet. Ja, men så
de trenger Ja. remaining. Ja, hei. Er við live eller hvað sér? Já, já, við erum live. Ok. Varstu að tala norsku eða? Já, chatið bara með að tala norsk. Í Já, draftir. ég kann snacka norsk. Gott. Ja, þú náttúrulega, du bor i Norge, ikke sant? Ja, jeg bor i Trondheim akkurat nå. Oi, Jeg har vann i bånn her og ja, koser meg. faren min er jo fra Trønder. Han er trøndersk. Ja. Altså, men du snakker ikke med Trondheim-dialekt da, eller? Nei, ikke meg, men han kan gjøre det, altså. Jeg kan bare sånne Ja. typiske 500 og tunnel og sånne ting, Ja. da. Han og hund og Ja. vann i bånn og... Og hunden min, han er veldig dyktig, altså. Ja. Ja. Ja da. En, ok, varstu búinn að fara í gennum draftið? Erum við í draftinu eða? Já, herru, farðu bara í What's Game. Við erum að fara að klára drafti. Það er síðustu pickin er að fara í gang. Ok. Já, ég ætlaði ekki að trufla þig, ég vissi ekki að það var live. Já, já, herru, það er bara gaman að hafa þig hérna. Hvað erum við að, hvar vorum við? Þeir banna Timber. Já, hann Rannar einmitt talaði um það, hann fannst það mjög skrítið að þeir voru ekki ennþá búin að banna Cromwell Timberinn. Nei, ansi, já, hann komst ansi langt. Já, og sérstaklega núna þeir eru aftur konu með 3 milli kurs Já. og núna þeir eru allir strengð í þetta skipti, þannig að þetta er ennþá verra sko, að fá Timberinn í þetta. Já, spurning hvernig Kitty Kari svaraði þessu, sko. 5 seconds remaining. Já, Nokkrar hetjur í boði. já, þú náttúrulega veist ekkert um það. Nei, ég get ekkert sagt um það, sko, þetta er allt iðnaðarleyndamál. Já, Rannar, þú minnst að leika eitt einmitt, þá var það sem sagt, hvað það var, Primal Beast, Ursa og Night Stalker, Course inn í Timber. Þannig að hann fekk frekar frían leik. Og þeir taka Wraith King. Já, Já. ég get svo sem bara revíla núna, skilur, þegar þetta er komið á borðið að það er svona einhvern svona einhvern svona þykkan frontliner sem að er mikið fyrir, var svona svolítið hugsunin, sko. Já, bara til þess að búa til svolítið space fyrir snæperinn að... Já, og Tekis og Jakiro að svona auðla damage. Þetta verða langir og strángir fætar, sko. Það er mikið HP og mikið damage á borðinu, sko. Já, menn þetta er líka, þú veist, Wraith King, það er ekkert rosa mikið press á honum að vera að díla mikið damage. Nei. Þú veist, hann er alveg með mikið að hitjumenn í kringu sig sem geta alveg séð það. En mér líst töluvert betur á skilísudraftið í þessum leik heldur en í síðasta leik, verð ég að segja. Já. Það er mjög betur samansett og ég er mjög hræddur við hann Oracle. Svona okkar á milli. Já, hann hefur spilað mikið að setja, sko. Er hann ekki Grandmaster Oracle? Veit ekki Eða svona eitthvað? Já, hann er allan að, þetta er svona eitt af aðalhitunum hans sem hann spilar. Já. Gott að viðurkenna að maður er hræddur við einn lítinn galdrakall en hann gæti valdið miklum usla, sko. En annars var bara góð stemming í hópnum. Ættum við ekki að fá Konsa inn til að segja hvað er að frétta hinum megin, eða eru þeir... Kannski getur fengið hann í viðtal ef þeir ná að kompaka henni í leik 2. En já, ég kannski svona hef smá áhyggjur hjá Skiljusu að þeir eru ekkert með eitthvað svakalega en eitthvað svona right-click carry. Þú veist, er ekki Dragonite svolítið svona tempo carry þetta? Nei, Dragonite er frekar harður, sko. Ok, hann er alveg að Allavega í skila... minni bók, sko. Það fer eftir því hvernig þú buildar hann, sko. Ja. Sumir er að, þú veist, eins og Pure spilaði hann á TI, skilur, hann fór í armlet sneak crit eða eitthvað og er bara á lífi að gera damage. En til dæmis Skeeter fór í, þú veist, Mage Slayer Blinkdagger BKB sem gerir frekar lítið damage. Þannig að kannski bara Dr. Baby getur valið hérna hvernig hann vill spila harðan damage Dragonite eða svona tanki heldur sér að lífi finna. Og hann gæti fundið sér knúan til að fara í Blinkdagger early á móti Sniper, sko. En ég veit ekki, þetta kannski damage vandamál velta svolítið á því. Hvernig hann bildar hann.
Herru, við getum kannski Ja. bara kynnt liðið núna fyrst að smókið verður held ég líklegast unsuccessful. Já, Þannig að það eru með ekki klikk, taka Kunku offlane, Fresh Son á sínum signature Oracle, Binski eða Binni að taka support með Runu, Dr. Baby, Safelane Dragonite og lokum Gummi snemma að sofa á sínum mid primal. Þú taka Já. Radiant. já, hinum megin er ST, Siggi Tom að spila Jakiro 5-minni og Cromwell er með mid Sniper. Túra er þar á Centaurnum á þristinum og Bolslíni Kitty kemur aftur tilbaka á tekkisnum og QD tekur safe lane á Wraith King Come on then, off you go. og það verða bara rune trade. Algjör anstæða við fyrsta leikinn. Þar sem þetta var bara hauskúpa í hauskúpi. Já, þetta er, Nánast. þeir voru pínu áhyggjufullir sko eftir fyrsta fætin áðan sögðu mér að Já, hann fór, það hann fór bara 3-0 eða ekki. þrjú, kannski fengu 1 kill, ég maður ekki, því að það var ekki okkur í hag. Byrjaði með bottle mid. Herru, hann fær reynskripið, snæpiðin, ok. Busted to nice. Gummi misti báðum síðan núna í lókin. Já, lanein eru öll frekar sterk hérna, finnst mér. Topplaneið með mikið damage. Radiant megin. Og menn Dire eru kannski meira svona, sustain. Dr. Baby að taka damage hérna. Ég misti þarna náttúrulega allt lífið sitt. Fresni ekki á 5-minni, var hann ekki á 5-minni síðast? Nei, hann var Venge. Jú, hann var Var á 5-minni. Hann var á 5-minni, já. Þannig að þeir ákvaða bara að skipta núna til þess að já, fá betri lane matchup. Gera það fyrir bara. Já. Hvernig er eitthvað sem að Mirana býður upp á sem að Þannig hann getur náttúrulega purgea dual-breathið eins og við sér núna. Þannig að taka af ykkar klikk, bara um leið og hann kastar dual-breath, bara purgea hana. Þannig að hann er kannski bara að spá í því. Það er Já. ekkert sérstakt sem hann getur purgea þarna á topplane. ok. Já, við sjáum að Sniper er að fá góða byrjun. Þetta er þessi hitja kannski sterkust svona fyrstu 6 mínútur á leininu, sko. En ég Gummi nefndi ætlar að fá- einmitt í draftinu að þú veist, Primal Beast getur samt alveg drepað hann. Þátt að Sniperinn sé að vinna, þú veist, í CS. Kitty er inn. Topp. Ó, nei! Túra hætti við. Hann er bara að deyja það. And have fun. Smá miscommunication að það. Já, Kitty vildi inn. Hann nær samt Dr. Baby. Hann nær hún. En Dr. Baby fekk allt first blood fyrir það ekki? Jú, hann gerði það einmitt. Já, bara óöppið hann að hann náði ekki alveg að follow upp hann hjá Centaurnum þess að klára Dr. Baby. Já, hann getur kannski líka purgea af Spectrarbladeið Fresni eða hvað? Já, Þetta er spillable. Breakable. Það stendur ekki að sé stendur ekki hvort það getur verið til speld. Gummi þarf að onslúða út mitt á meðan. Herrið, kill top, Kitty er inn. Svo hvætt. Binski fallinn. Dr. Baby er frekar lár, Túra á double edge. Hann er hann ekki. En þetta er mikið damage. Þeir eru ansi ekki að taka mikið damage á móti. Finnst mér einhvern veginn. Ég skoða Það þetta stöðn á aftur kunguna. Já, þú ert að í replay. Ég Já, finnst þið- þetta vel líka. Já, ég sá það á meðan að þeir góðu kunguna og Fresni tók af bæði slowið frá dual breath og stönnunni frá Wraith King. Já, hann getur purgeað einmitt slowið frá þessu stunni sko. Það Þetta er frekar alveg, þetta er næs
alveg mjög næs Oracle lane, sko. Það eru mitt. Cromwell með solo kill á Gumma. Ég held að við þurfum að skoða þetta aftur, hvernig þetta gerist. Hann Það reyndi verður að örugglega bara að sjá. klára hann, en greinilega bara var snæpurinn með of mikið í tankinum. Já, hann reynir að góa hann þegar hann er alveg undir 50% HP. Hann hefði alveg þurft, sko, level 3 tampul held ég. Það hefði þetta verið kill. Já. En góð til þess að, þú veist, þetta ég sé alveg að hann skinnjar, sko, stóta snæpurinn sé svolítið head, þá getur hann að drifja hann, nefnilega. Já. En nú fyrir hann ansi mikið meira ahead. Já, komið með level 6 núna. Hann er komið með 6 á snæperinn. Level 6 á 50 mínútu er frekar snemma. Við sjáum að Top Siggi að póka úr skóginum. Getum að purcha Liquid Frost af líka kannski. Til spellból, yes. Já, þetta midlane er frekar röff hérna hjá Gumma, sko. Hann er sko bara algjörlega rúst honum í CS. Reynir að assassinate, það verður nú ekki nóg. Nei. Þetta er svona andlegur skaði. Býtu nú við. Fresni náði QT bot. Já, kannski skoða þetta aftur. Mér sést það nú að bara verið mjög low. Þeir eru örugglega bara að ná að snæpa hann einhvern veginn. Já. Cleave og já, svo bara inn í Purifying Flames. Það er bara besta niður. Top er stun á Dota Baby. Tekkir hoppar inn. Anna double edge og hann fellur aftur Dragonite. Lanes er að fara töluvert betur hjá Kitakari núna en í síðasta leik. Það eru Gummi mætið topsend. Level 3 trampul. Ok, hann er ekki stunnu. Hann er ekki 6, þannig að Túra getur bara hlaupið út. Já, en ok, þú veist það er bara, þetta er í svona aðstæði þar sem hann er að fá mjög slæmi byrjun, þá er bara mjög næst að geta rotata á lanes. Já, þetta er eiginlega eina í stöðinni, sko. Gliffa turnið mitt. Já, hann missir turnið samt fyrir þetta. En ég meina, hann getur Hann ætlar að reyna við þetta nægið. Já, hann getur dáið fyrir það, sko. Hann deyði fyrir það, já, hann deyði. Nei. Þvílíkt play á Cromwell þarna. Já. Það er Wisdom Rune fight, bot. Nei, top segi fyrir ekki þau? Eða hvað er þetta bot eða top? Þetta er top. Top. Nærs, já, ok. Binsky næri því, gott play á Binsky. Og Icepath. Icepath, náðu! Ok, en samt worth. Já, það er samt alveg verð. Þú veist, Forza TP, Forza Centaur, þess að rota þetta á leiðinni. Já. Sjáum, nú teiknar einhver línu bot, keira á, þeir ætla að keira á Wraith King. Hann er reynda með face boots og 1000 HP, hann er ekki létt kill. Og Primal vantar ennþá 6, en þeir ætla að hjóla. Já, ég fíla ekki að Centaurinn fór bara í, þú veist, damage skillbuild á þessu lane'i. Hann er ekkert að taka passið sitt, hann vil bara drifa með takkið sitt. Já. Eina veitið hérna. Ok, góður Wraith King, það er X, ekkert rútsand. Hann er bara góður. Já. Dr. Baby er komin í jungle. Og bara með 1 í Worm's Wreath, þannig að hann er ekki að klífa mikið. En þetta er eitthvað. Þetta er ekki alveg leiðilegt að kamp. Góð snæperinn. Snæperinn. Hann er með ulti. Hann er með ulti. Kemur ör. Ör. Ánettir. Illusion. Hann er Oracle mætti líka, maður. Það er Stampede. Double kill fyrir Kitta. Þvílíkt play, maður. Já, góð mæting, maður. Wow. Centaurinn sér að hann var að dinga 6 þannig að Stampede gat ekki komið fyrr. Hann er 1 creep yfir 6. En nú er Dr. Baby svolítið 1. En þeir ætla ekki að keyra á hann. QT er 1 niðri á móti kungunni. Keyrir á Vikka. Vikki er farinn. Hann ætlar að reyna að drepa Centaur. Þetta er ekki... Það er að fara... Kom engin ör. Snæper er mættur. Ég síðan Dr. Baby er að fallinn. En Binsky kemst út. Já, það er ekki að spott líka. Gummi, farinn inn. Hann á ultið, vill ekki nota það. Hann
Það er últi á Wraith King. Þeir eru ekki mikið að spels eftir samt. Þeir eru ekki... Ok, hann á þetta eftir. Ok, eða með bara niður. Pressunum ætti líka. Náður að forsa ultið hans. Geta kannski... Hann vill að gummi, sko. Já, ég held að hann hefði getað náðið hana bara með Björnsvæng Flames, rétt svo. Kannski var það rétt svo ekki náðu mikið damage. Herru, þið sjá Cromwell. Hann er svolítið innigróðar hérna, sko. Hann er svolítið einn. Galinn. Hann er frekar... Næra nörinni. Új, aðeins aftur markinu. Já. Á meðan, Meðan, kókunni. Bara hangið á svæðinu aðeins lengi. Já, En snæperinn er byrjað að hreyfa sig. Það replay var nú ekki, sýndi ekkert ósa mikið. En, svona það er bara. Sentorn er komin aftur topp. Þeir eru með meira en no damage til að drepa þennan Dragonite. En hann veit betur og fyrir jungle. Men gummi að færa þessi topp. Þeir sjá snæperinn og ætla allir í hann. Skynjar Cromwell þetta eða ekki? Sýnir ekki. Náði að flýja dauðaðinn eitt skipti, næra hann í eftir. Það er komið stampede. Já, ok, hann er að stunna. Og tekkis fyrir inn. Ok, ná hann. Gott Full kill. mæting. Ulti Oracle. Næra hann gumma, hann er upp í burtu frá hannum. Hann Bestin hleypur er að upp. reyna út í hann. En nú er hann bara svolítið out of position, það var hann að ultið að gumma þannig. Ok, Macropire. Mætir Jakiro. Ágætt Macropire. Við erum að fella gummi fyrir aftur inn, fyrir á tekkisinn. Ok. Fyrir svo hinn áttina. Esti fellur á meðan. Þetta er að fara vel fyrir skillísu hérna. Já, mjög svona scrappy og skittin fight sem er alveg að fara þeirra hag. Já, það er líka náðu snæper hann í byrjun sko, þannig að hann náði náttúrulega ekkert að gera neitt í þessu fight. Nei. Þeir eru ennþá en eitthvað að stikka, vilja greinlega defenda hann aftur. Þeir eru með Dragon formið í gangi, ég vil kannski reyna að pressa turnin. Þannig að snæperinn er bara, strákar, ég vil klára mælstormið mitt sko, ég nenni ekki að fæta. Hann er það mikið að hedda, hann gæti, og þeir eru líka það þykkir, hann þarf alveg items. Já. Og þetta er mikið damage upgrade fyrir snæperinn að komast í þetta item. En það er spurning í chatinu, eru Lebron og Kitty vinir? Nei. Þeir eru bara algjör óvinir, eða ekki? Jú, alveg bara í mörg ár hefur verið miklu óvinnir. I'll move into position. Þetta er alltaf gaman. Hver spurði þessi? Ég var eiginlega að vita það. Þú voru að segja mér það. Það er Judas Ískarot, Ok. hver er það aftur? Er ekki... Það er TD Malit. Ok. My oldest. En ok, Dr. Baby er komin bot, er að fara að rampa inn á Cromwell og Sigurd, hann er frekar dead. Á ekki Mjög out of TP. position, en þeir greinlega bara mikið damage. Þáttu hann sem Já. 4 Hann var pínu óheppinn að rampa inn á það, en nú er QD1 og þeir vita, hann á ulti reyndar. Eigum við TPS? Ekkert svo, jú, ok. Jú, ok, Ekki, komið eitt Sekiro. Ó, hann stoppaði ulti hann sjálfur. Það er sendt á Stampede, þeir ætla inn að fresna. Hann á ulti. Á hver, ok, hann stoppaði hann í animationinu. Já. Spurning hvort það hefði eitthvað hjálpað honum, hvað sem er. Nei, sennilega ekki. Þeir taka bara botinn á meðan. Dr. Baby er að nálgast armleiti sitt. Og meðan QD er, já, hann er að senda sitt, ok, þeir eru báðir með armleit á saman tíma. Það var á botthaunin, ákveða að challengea ekki 14 minna vistamið. Það var tekið fyrir sko á töflufundi áðan, en já, Binski veit, hann ætlar að sækja sitt. What? Nei, hann ætlar að gefa fresh, nei, hvað? Já, hann ætlar að taka þetta glæðan.
Ok, en Ja, allavega, báðir karjarnir klára armletti sín. Snæpir komið Mailstorm. Þeir að vinna í Glimmer og Tekkís. góð með mitt. Þeir eru búið með öll stönsand, þannig að hann ætti að geta bara tjastað í burtu, sko. Það er Shieldrún. Assassin, hann er með Shieldrún. Heppið þarna, sko. Já. Eina svona í pókanum, sko. Rune Control er mikilvægt í þessum leik. En ég held einmitt að þeir áttu kannski, sorry að maður er að segja backsitið hérna, en þeir áttu að spara eitt stönn. Já, Það- sennilega sko. Til þess að cancela tjörstæðina svona. Já, Cromwell hefði bara átt að vera einn på sín svona lemja. Já, Það líka verður illa skrifað hjá mér. Ok, Wraith King ætlar í Radiance og Dragonite ætlar í Mage Slayer. Ok, Armlet Mage Slayer, það er eitthvað svona einhver millileið. Já, góð misleiðileikur alltaf. Þetta er reyndar, já, góðu Mage Slayer leikur sko. Hvað er Ég hefði viljað sjá hann bara fara í Daedalus og bara kjamsa. Okay, þeir eru að sína sér svolítið topp. Getur Garri. En eru að vant, 10 sekundur útginni hjá Wraith King. Dr. Baby er komið sér fyrir. Þeir eru að TP en Vicky Click er komin in position. Kitty getur verið hættið hérna. Já, gott að finna að tekja sem fyrst, en á að klára. Ok, það er stampið í gangi. Það er komin Atos á mér runna. Fullt að damage mér út. Snæpirinn er bara að skjóta. Já, hann ætla bara beint í snæperinn. En hann er ekki að lifta honum. Og Vinski Binski hoppar með inn. mikið damage. Fresni kemur. Þetta er ultið hjá... Það er alltaf mikið í gangi hérna. Snæperinn er að lifa. Já, ég veit ekki. Það er alltaf... Veist, ég skil pælingum með Gumma að hoppa inn á hann snæpirinn. En það voru bara svo margar hittir hann á milli að liðans náði ekkert að follow upp nógu vel. Veist, það þurfti að taka svo mikið skada til þess að gera það. Og já, líka þú veist, Oracle Festival, hann náði ekkert að spila eins og Oracle vill gera, svona aftan í fights, þú veist, hann þurfti náttúrulega ult í að sjálfa sig og það er yfirleitt ekki svo vill gera. Já, heyrðu í mér eða? Já, núna Nei. heyrðist þér, það er Já, ok. Já, eitthvað, þetta gæti gerst af og til, ég þetta varaði við á hann. Það er svona, spæki út í nokkra sekundur. Já, þetta... En ég heyrði í þér og þetta var mjög gott analysis. Ok, flottur. Norska netið eitthvað að gefa sig þannig? Já, það er eitthvað ekki nóg mikið af peningum í það. Nei. Það er að laga línuna mínar. Já, rafmagnskostnaðurinn alltaf núti er alveg... Já, hann er Einhver öfgar. svaka leiðilegur, sko. Það er líka að byrja að kólna og svona, þá verður þetta ansið slæmt. En já, snæperinn fekk að lifa allavega og kom úr damageinu sínu og þá fara fætinni svolítið svona. Hvernig er nettulega? Þeir eru að keyra inn, það er Stampede, Mirana á líf, lípar út. Báturinn er úti, fer bara á túru. En hann er þykkur og hann er veinilega slett. Húti er inn, stönnaveika klikk. Dragonite og Beastmaster, nei, Prime Beast er ekki þarna, sko. Þeir eru báðir með, nei, Primal á ekki TB. Binski lappar hann í Mines. Kitty er in their heads en hann skildir reyndar eftir histrúnið þarna. Og með Binski ætlar í það. Nei, Þetta er nægjaði eftir. hann er rosa mikið fyrir bara Það veit ekki bara að taka þig. eyðileggja þessi rúns. Það greinilega er ekki mikill rún gamer, sko. Það er eitthvað Nei. mótmæli í gangi henni hjá hann. Kannski er hann að fleima Gumma á sama tíma og er ekki að taka rúnin sín, sko. Já, þetta er svona smá svona BM. Já, örugglega. Þetta er aðeins Gummi, ég ætla að þetta næja rúnin þínu. Nei. Það er kannski Gummi líka að segja, sko, hey, secure hana rúni fyrir mig. En þetta er bara fljótari lausn. Já. Já, en hvað er, ég ætla að sjá netverði. Netverð, já, snæperinn er ansi langt ahead akkurat núna. Já, það er ansið fríanleik. Já, ég er forvitin að sjá hvort hann ákveður að fara full damage eða hvort hann fari í BKB eða eitthvað. Þeir eru
Vonandi að fara, ok, hann fer í Mjölni, ég fíla það betur en Gleipni á Snæper allavega. Já, þú gerir það. Ég veit að það eru margir sem nefnilega fíla Gleipnin meira, sko. Já, Gleipni náttúrulega finnst mér eitt af brotnustu itemunum í Dota í dag, svona eitt af þessum itemum sem eru of góð, sko, en Snæper er svona undantekningin finnst mér að því að þú benefitir svo mikið af attack-speedinu og þú veist, kemur færi meiri bonus damage í chain lightninginu og svona og ert með góða gæja til að setja skjöldin á líka. Já, ég finnst eiginlega bara báðar itemur bara mjög solid, sko. Kannski bara fer eftir ef þið finnst að liðið næri ekkert almennilega að, þú veist, halda óvinna liðinu niðri. Það getur Gleipnir kannski verið stundum betra. Já. Og þeir Kit Hakkari menn ætla í Tormentorinn sinn. Ekki lengi að taka hann út. Fá góðan sjart hérna Radiant's middle tower is under attack. á Jakiro. Og nú gerir hann percentage-based damage. Já, mjög sterkt. Hjálpar á móti sem þykku gæjum. Það er ennþá meiri á pressa á Fresna sem hann höndlaði vel að purja þetta af. Algjörlega. Og það er enda En það er beint í smoke. smók. Skilur Honum sig. við pípu. Já, það er mjög splittaðir hérna, skilur sig. Sýnist þeir nú vera að lesa þetta skiljusjumenn. Já, spila mjög aftalega hérna. Ég er bara að Þeir fara að finna hann á setja. skanni. Spurning hvort þeir náða að hitta þannig í Tormentorinn, sko. Það væri, við viljum sjá það. Tormentor fight. En já, þeir eru með frekar mikið á orðum. Þannig að þeir ættir Mókir. örugglega gruna að það sé eitthvað Já. skrítið í gangi, sko. Byrjar á Tormentor. Nei, þeir ákveða að fara ekki inn. Þú fröst, þetta er svolítið tæpurinn það. Ef hann sýnir sig, Hann er döður, sko. hann er dauður. Næsti. Þeir fara inn. Þau ekki klikka ballinn. Jæja, þolinmæðin skilaði sér. Dr. Baby næstu undir hérna. Já, þeir kannski Gummi. svona bara Nei. settu niður gardið sitt eftir við tókum Tormentorinn, bara heldu að Já, einmitt. Hlupi bara eðlilega burt. já, einmitt. Það er komin Relic á Wraith King. Hann er eiginlega komið með Radiance sitt. Og nú fer hann að vera svolítið vandamál, sko. Það er bara að vera svolítið mikið fyrir. Og þeir eru líka akkurat núna Kit Hakkari menn með pípu advantage þannig að þeir ættu að vera að leita að fights. Gummi er ansi hann tjæstar út. Það er assassinate á honum, þeir sjá hann. Já, hann getur tipjað núna, hann þarf hann að blænda þess. Hann þarf að giska. Ó, nei! Þetta var svo langt tipið. What? Vá, hvað þetta var langt tipi. Hvert tipi það? Ég þarf að skoða þetta eftir, sko. Ég held að hann væri max komin út, sko. Fílíkt, sá Jakiro hann áður en hann tipið út? Eða var þetta gisk? Ég held að hann rétt og sá hann í lokinn, sko. Já. Getur skoða þetta aftur hérna. Ekki þú, því miður. Já. Segðu mér hvernig það fór. Hvert tipið hann? Hann er að tipja top tier 2. Ó, það var örugglega einhver nýbúin að tipið. Já, líklega bara Dragonheadin. Það er mjög ofilegt, sko. Mér sýnist það að vera Fresni, sko, á tipið cooldownum hjá mér. Já, ok. Já, getur verið. Sorry að setja hann svona, gefa hann svona target, sko, en til lagi. Það er engin leið að vita þetta, sko, að Gummi sé að fara Nei. að bakka út með tipið hennar til, sko. Dekkís, Herðu, hann er brjálæður. hann er brjálæður. Hann er að fara að éta þessa ör. Við hann að étur assassinate á móti. Dragonhead er topp með Dragonform. Myndir örgulega, setur örgulega bara í gang og ætlar að gera turnin. Það er verið að pressa. Gummi er að fara að kötta. Gummi sér Cromwell á þessum vorteg. Ætlar að reyna að ná honum aftur. Já. Ok, chargear, tangað. Það er komist yfir. Nei, hann er eins og ekki að komast yfir. Anna. Æjæjæjæjæj. Og heistur hún spónar. Já.
Hann var svo tæpur að komast hana yfir hæðina, sko. Það hefði hann líklega stoppið þetta. En Dr. Baby fekk turnin top, þannig að eitthvað, það var space fyrir eitthvað. Já, networkið er nú ekkert búin að breytast eitthvað rosa mikið síðustu myndinu, Nei. sko. A dominating performance. Meðan ég er Nú að kíkja á það, Þetta var bara óefni og Cromwell með heistið fann bara lítið að það gerir þessu. Já. Og hann er komið með Mjölnir núna. Hann er að fljúga til hans. Radiance Mjölnir, þetta er mikið damage. Ætla sér komið Blinkdagur að Centaur. Hann er á leiðinni sem mér. BK er næstu með sitt BKB. Við erum að bæði liðir að lenda á smá timing, sko, þannig að kannski fá að sjá eitt fight bráðum. Já, ég er samt bara svo miklar áhyggjur hjá Skilvísi, sko, að það er eiginlega enginn hetja það sem er komið með eitthvað almennilegt damage, finnst mér, eða. Nei, Það er hann rosa þarf erfitt hennan fyrir að klára hittir. Daedalus, sko, á BK til að gera einhvern damage. Það er Stampede. Ok, Ó, gott fates í þetta þannig hjá Fresna. En Túra finnur 2, hann er aleinn akkurat núna. Vissikki sónar þá, þeir hlaupa ekki inn í baseið. En ok, mikið af cooldown, búin að nota mikið af cooldowns. Bátur ennþá til og ulti hjá, og þeir smóka, þeir vita það. nær hann einhver exið það. Það er nótt. Þannig að hann sér ekki mikið. Hann er stunnaður! Já, Hann er ekki, gott save. Þeir eru með hann. Hann er farin inn, Cromwell. Poppa blade mail, hann að snæperinn getur ekki skotið hann. Er hann að fara að ná honum? Hann er með ulti, já. Hann er með ulti á hann. Er hann ósamt? Verður einhver að hjálpa að snæpa? Hann fellur. Hann næjar hann að Dr. Baby hana. Þá er komið að Kuti að reyna að carry hann að fight. Þetta er að klokka heldur vel hann að hafa þeim, ég skilja þessu, sko. Bara Centaur. Killing spree. Já, hvað er tekið sem hann er uppi einhvers þar? Mega. Úff, hann Kuti bara er, ok, lifir. næri klára að klika á. Já, Kitty er bara ennþá að jamma. Æ, hann Við hittir hoppaði yfir Binski. Gummi, nær honum. Já, gott hjart. Kuti er ennþá að chasea. Ég gleymdi að fylgjast með tekki sinni. Hann var greinilega eitthvað að valda usla hann hinum megin. Já, hann var að vera eitthvað grotta hann En á klárlega baklinni. Fresni vann þennan fight með þessu false promise. Já, mjög klöts. Mjög klöts false promise annars. Og bara mjög góðu fætt fyrir skilja þessu. Þú veist, þegar þetta var svona tiltölulega jafnt held ég í kills. Nei, þeir náðu ekki tímavæpa. Betur, var það? Stendur hérna Ja, að ulti, Já, bara ulti. hann notaði ulti, já. En þeir fá alveg frekar mikið gullana og Já. XP, sko. Já, Dekan er greinilega ná ekki eitthvað skadað, sko, í þessum fætt. Já, svona, þegar, þetta er 100% cleave, sko, það gleymist kannski að dreifa sér svolítið. Þjálfarinn hefði átt að minnast á það, en alltaf leið. En já, bara líka, þetta var mjög spilaðan hjá Gumma. Þú veist, hann veit hvað hann á að gera Já. í þessum fætt. Bara finna snæperinn, hann poppa frá late mail, þannig að snæperinn, þú veist, hann gæti ekki gert það. Hann þurfti bara að flýja. Það var ekki nóg. Cromwell er að builda Monkey, hann ætti eiginlega að byggja BKB hérna, eiginlega bara til að til að geta lamið Blade-mailið, sko. Þannig að Gummi bara þurfa að hætta að horfa á hann í smástund. En þeir eru smókaðir. Sjá Gumma top. Já, hann er með BKB. Þetta er mjög erfitt kill. Þeir eru samt held ég með damage í það. Ok, Vá. áskannir. Já, wow, ok. Ég sagði þetta var erfitt Já. kill, sko. Ég var aðeins að geta mín einu orð þarna, sko. Já, ég meina Það þetta er var bara 2 ráð. HP með 15 armor eitthvað. Það var ekki lengi að hverfa. 17 armor. Nú eru mínir menn með 2-falt wisdom sín megin. Jáhá, Oh, oh. now the tables have turned, sko. En það sem mikilvægt er það að þeir eru að taka Rose. Þannig að það verður svolítið vont fyrir Gumma að eyða öllu sinni púðri í Sniper ef að hann svo bara á hann að líf. Einmitt. Já, en netverðið er samt, þetta er alveg, leikurinn er jafn, sko, Sniperinn er stór, jú, en hann er samt bara Sniper. Ég myndi segja að Dragonite sé eiginlega hættulegri hetja, svona late game. Sérstaklega. Já, Og þeir eru konum við pípu, skilju sem einn. En þeir þurfa að defenda hægrandur sitt.
Red King, byrjar að sitja. Túra er líka bara, ákveður að joina hann í þessu. Fer inn á kunguna, ok, glyffið poppað. Þetta er kannski ekki góð geti. Dekki sem hann. Hann gerði þetta á blade-bilið, úff. Vá, það tók svo ógeðslega mikið damage þetta maður. Holy moly. Þeir eru búin að taka turnin. Það þarf einhver að tépja heim, eða hvað? Ætlar einhver að tépja heim? Þeir eru allir að ná að komast heim. Erum við sem er klárinn á turninu á barninu, sko. Kungan að Þeir eru að einhver leika. exi. Ekkert blink, eða... Nei, ok. Jæja, þeir fengu turnin og defenduðu sinn. Þetta er tími á Eiki sem er sóað. Já, þetta var bara frekar solid trade hjá að skilja sig, sko. Tiltölulega svipa damage gert. Já, kaupa bara tíma. Ég var búinn að kaupa þessi blinkdagir. Það er eitt shieldrún hana. Ætli mér hann að finna það? Nei, Nær hann að skjóta það niður? nei, Túra ætlar að taka það. Ekki þetta skilja. Þetta er einn þykkur sendár. Já, með rúmlega 5.000 HP núna með þessu shieldrunni. Hvað er snæpurinn komið með? Snæperinn. Hann er eiginlega komið með Monkey, sko. Já, vantar hvað? 1500 gull upp í Monkey King bara. Og eftir það fer hann örugglega í BKB, held ég. Ef að leikurinn kemst svo langt. Þeir eru með hann Eiki svo þau eru að fara að nota hann. Ég pínu smeykur það tvöfalda Wisdom hann á topp. Áhunlega sé að fara að taka það aftur. Úf. Já, ég held að sé að fara að gera. Hann er svo nálægt, sko. Hann er að fara að kíkja, sko. Hann er að fara að kíkja. Hann er... Þið verða... Úf. Mér finnst það óþægilegt, sko. En það er verið að góða Binski. En hann er verið að ná að lífa út. Ok, QD er inn. Gott glimmer hjá Fresna hana. Þeir drepa... Ó, hann þarf að poppa úti á sjálfa sig. Þá er ekkert úti fyrir neitt annan. Viki Klikk er fallinn. Fresni er sennilega líka fallinn. Prime blisti ekkert enn, sko. Nei, DK er bara í beysinu. Já. Ei, Ja, Siggi nær að Tom tippa. tipnaði fyrst. Hann næri því ekki. Óh. Djöðlar þetta dætt maður. QD er inn, er búinn að geta ör. Já. En, já, ok, gummið deyr. Dekki að byggja fyrst, þarna er hann að klífa á tvo. Veit, Texin hoppar inn. Deyrilega bara náttúrulega það. Með gott mango, sko. Veitu, hann kemst út. Þetta er ulti. Lotus. Sniper er að lemja frá sér. QD á blink og BKB. Þeir eru komin ansi djúpt þarna. Allt í lagi. Bakk fyrir henni í gangi bara. Það var eitt bæpa hvað ekki. Hver átti það? Gummi, já. En hann tók ekki vistu með hana. Á DK. Nei, ok, það er ennþá til. Vonandi finnum við það einhvern tímann. Svo Cromwell með Monkey sitt í... Já, ok, já. Gott. Já, en DK-n er að fara í krydd og sér að hann er alveg farin að gera svolítið damage, sko. Ör. Það er extra sniperinn, 30 sekundur eftir 1 gís. Já. Ó, það tæpur. Það var góð tilhörn. Ó, þetta var svo tæpt, sko. Já, það verður hjúts. Komið BKB á Rifking, ætlaði að vera góða Rifking. Blade Mail komið í gang. Cromwell er bara að lemja, hann er bara að gera sniper hluti. Ör. Ok, dodge. Ok, ekki séður að fara núna. Það á smókaðir. Það getur verið hjúts, sko. Þeir eru alltaf svolítið splittaður upp núna. Viki Klikk þetta. Horrendar. Kitty, boppar smóknum. Já, gott position. Þeir finna túruna. Þeir kannski ekki targetið. Fresnir döður. Það er ekki með dálítið í þetta. Kitty er inn. Kitty er inn líka. Og hér kemur, nú komið að Dr. Baby. Hann þarf að fara með frá sér. Hann er komin inn. Gott torrundu í hana. Ítt hann inn í fæti. Þetta er Já. náttúrulega. En, Hver spyrir er hvað með þessi ná. damageið hérna? Já, mér sýnist Kuti að vera með damageið. Wicked set. Finnsk TP.
Bara út og Viki, því líka wave. Já, Það er ekki ekki. My favorite kill is the monster kill. já, þetta er bara rosa erfitt fyrir þá. Já, Fæta þú svona er 5 on mikið 5. púður. Þeir missa svolítið HP á meðan þeir eru að drepa snæperinn. Þeir þurfa, já, það þarf að koma svona, maður þarf að fara svo mikið out of position til að drepa snæperinn. Já, það var mjög gott þannig að Tortoise samt, náðast taka hann inn í fætið. En þetta er líka bara, þú veist, það er svo erfitt að taka svona fætið þegar Oracle'in er sóttur svona snemma í fæt. Já. Það missir Já, svo þá er mikið bara- bara. Saving potential. Tvöfald Rex. Jú, síðan það. Ekki mikið sem skilur sem geta gert þennan til þess að þvæla á þau burtu. Nei. Þeir eiga buyback sem vilja kannski ekki nota það núna. Þeir ætla bara að spila upp á síðasta Rexið. Þeir eru Sniper búinn að TP út. Killi já. grifin. Spilum hann bara eftir. Ó. Býtu, Nota Teysi. eftir lagi. Og svo hoppar hann út. Já, hann er ekki bara að koma. Haldur að farma þess, býtu þess. Nei, hann DSið þess vegna fyrir að... sé það. Akkur er einhvern að posa. Akkur, ég veit, skil það ekki, sko. Pause, please. Ok, þarna. Þeir, Já, Viki posa fyrir hann. Hann er alvöru, sýnir alvöru sportsmanship. já. Ég myndi bara teka hattina ofan fyrir honum og posa hann það. Ég held að leikir automatically posast alltaf þegar þetta er svona, þú veist, próleikur. Jú, já, einmitt. Jú, hann krassaði. Ok, hann krassaði. Kannski er þetta eitthvað svona internt BM sem ég þekki ekki alveg að leyfa Kidda bara að vera DCR en DCR. Gerist þetta gerist svolítið. Já, þeir þurfa, já, en hérna skiljið sem einn, þá þurfa þeir eiginlega að fá það svona svolítið til að klömpa, sko. Kidda Kari svo að bæði Gummi og Dragonatinn fái svolítið að skína. Þau þurfa að dreifa damage svona mikið, þá deyja bara 2 eða 3, en þau þurfa að drepa á alla. Já, ég veit. Sérstaklega núna þegar Wraith King er farin að gera alvöru damage líka. Komið með level 20 talentinn, BKB, næstu komið með Ashe. Centaurinn er þetta bara með árur Blade Mail, en hann er frekar þykkur líka og er að gera damage. Þeir voru að pinga Wisdom-rúnin, ég veit ekki hvort þú sást það. Það er hann að 3, sko. Þetta er rosalegt, sko. Þessi seri á Wisdom-rúnin, sko. Þetta eru 2 level, sko. Þeir sjá það í Tormentor. Ó! Hann var held ég að reyna að snæpa Tormentor. Já, mjög tæpt, það var fyrir eitthvað close, sko. Tekis fær þá, er hann ekki ennþá með hann að... Nei, já. Túrar inn. Tekis er inn. Finski, hann er í gjörgæsli á Fresna. Já, mikið Bátur er komin út. Er hann nær Takiro? Já. Ok, ekkert follow samt. Já, Dr. Baby er hinum meina á mappinu. Er að ná í sig Wisdom. Ok. Hann getur fengið 2 levels og DD og komið heim og þá vinnaði leikinn. Hann er kominn Daedalus. Já, kíktu. Ég held hann eiga skilið. Kíktu. Hann sér það ekki. Já, kíktu. Já. Já, 2 levels og nú þarf hann bara að ná í DD og þá... En hann þarf að fara að defenda basic bráðum. Já, nú tilbaka. Með Daedalus og level 23. Hann mun gera damage í þessum fight, sko. Cromwell á gull fyrir BKB, ákveður ekki að kaupa alveg strax. Það var að koma tier 4 neutrals. Mindbreaker á Dragonite. Þetta þeir smóka. Teikna línuna beint á Ross. Já, ég held að sé... Bíddu. Ég held að sé... Nei, nei! Ói, mindbreakerinn maður. Hann er bara, oh my god. Þvílíkt.
Þetta er líka mindbreak. Mér finnst þetta svo heimskulegt við Nightingale sko. Þú veist bara, ef það er einhver spila sem nota, þú veist, auto-attack líka. Já, Að það er bara, ég ger þetta svona þegar ég er að klíra veif, sko. Ég er bara á Já. og múfa. Já, En hann ætti að fara að cooldown á creepon líka. Já. Ég er svona, það er eina sem ég hata á Nightingale sko, er að þessi svona óvart bara hvað silence einhvern. Þegar þeir eru að nissi þetta. Mér finnst það Já. alveg frekar leim sko. Já, það gerist í leiknum í dag, eða ekki? Var það Jú, ekki í gær? einmitt, mjög svipa. Það var í dag, já, einmitt. Já, alveg rétt. Vitsdóttarinn ætlaði að vera að gera galið play. En okkar menn eru að taka rós. Eða mínir menn, ég veit. Á Aegis. Setja hann sniper og nú erum við með hennan banner. Við erum, Dragonite er svo sem fínn í að drepa bannerinn ef hann tók, já hann tók attack-installantinn. Það er ekki til annars smoke, jú það er smoke á leiðinni. Þetta er samt, já, 18k netto, þetta er slatti en þetta er ekkert yfirstíganlegt sko. High ground reynist mönnum oft erfitt. Ef við skoðar hana graffið sko, er þetta þegar Dragonite tekur experience? Já, Veistu er það það? ekki? Þetta hleyp bara Vá. þetta hleyp bara í, sko, yfir nullið. Svakalegt. Ég ætla að taka snapshot af þessu fyrir næsta töflufind. Hérna tók hann vist á mig. Mikilvæg þess að taka sér vistanum sko. Já, sko, hafa ekki kíkt í 20 mínútur. Er alveg galið. Herru, Og því líkt wave hjá Vikka klikk maður. stoppar eins í segundu. Ég heila mig bara byggingar. Á meðan er gummið að splitbussa sem Primal Beast. Hann er náttúrulega með Líka hann inneitt. Gerir 40% með skada, þannig að hann er bara Já. að taka frían reynstöknu þar. Kemur TP. Sett bara mættur í hann. Spurning hvort hann nota big up-ið sitt, eða bara TPR. Það Charger. var tjarta út. Já. Ef mér sentar getur sem ekki stoppa það. TP heim. Ok, Og þeir þeir smóka smóka. það. Já, ok. Þetta er cool move. Ok, ætli þessi Jakiro sé dauður? Nei, hver sýnir sér ekki. Settur hann að Þeir gíður. eru eitthvað smekir. QT breyka smókinu af Vikka klikk. Gummið er farin inn. Ú. Sé snæperinn. Hann er með ekki Sér snæperinn. Hann er með Aegis, ok. En snæperinn er frekar dead. Náður að stoppa dekkinn þetta. Strax hann, glimur greipið sig, hann er alltaf lífi. Jakiro. Úff, þessi glimmerkips. Við komum svona glöts. Herru, þið náðu að klára. Orgul. Smá, náður snæpernum aftur, hann er torrentaður. Herru, ok. Hann er bara döður. Já, á sama tíma er Tekkis komin inn í fætinn. Dr. Baby fellur. Mikið klikk. Gummi ætlar í Tekkis. Já, Ekki klikkar af alla. Ó, Kitty djúka gumma. ok. Torren. Ekki klikk. Waveið. Þessi play, sko. Já. Anna Torrent. Á, ég tók ekki Nei, stefn. Dota! Römmið er samt að dett út og það er Radius. Já, ok, hann er dead. En, big plays, I like it. Já. Þetta er svo sem var eiginlega bara til dæla, já, ok. Sniper. buyback, buyback. ok. Það var buyback allir. Þeir eru eiginlega bara að klára það. En hann var að kaupa sér BKB, hann buyback að kipta BKB og ætlar að TP hvert. Já, þeir eru að taka átposti. Tíma þakka. Reyndar á drekinn ekki, hann áður drekaformið eftir 20 sekundur, þannig að það er ekki neitt. Það eiga, bæði lið eiga allt, sko. Sko ég held að ef þeir náðu að drepa snæper núna þá geta þeir framleitt hann leik alveg töluvert. Já, þetta er questionable play, en Þetta er riski sko og það er náttúrulega ef þeir klára, Risky. ef þeir vinna hann síðasta fætt núna þá náttúrulega vinna þeir bara leikinn hjá Kitty Carry. já, Það þeir voru að nota Það er- buyback núna á Djeka og Kókunni. Við skoðum hérna buybackinn þá... QT fer inn, hann er ekki hrættu við neitt. Herru, Gummi, Snæpinn er gripinn, og Djeka á... æsbar þær! Ná ekki poppa ykkur við. Ok. hann á ennþá, hann er BKB á, Ó, gummi, vá, hvað fellur hann. hann er komið í velbissi Hann er- þetta. Hvar er Cromwell? Nei, hvar er QT? Að þeir hlupu allir ykkur snæpinn sér. Ok. Þetta er einhverja sem hann á ekki að vera. Já, svolítið nómastændina. Allt í lagi. Kom buyback á gummi. Já, það er bara Jú, núna buyback nötu. Binski sem á buyback.
Já, skilja sér. Ok, þeir eru með enn einn smókin. Ok. Já, menn nú er ekkert... þeir skanna... Já, Þeir vita ekki hvað þeir skönnuðu. þeir skönnuðu samt, þeir skönnuðu það núna. Þeir veit þeir eru smókaðir, þeir eru með wardina. Já. Þeir skönnuðu beint að... Spurning hvort Þeir þeir náða finna... það. Þeir fara á Dismiss það. túruna. Já, með 5k HP. Og Ó! alltaf voru Það leinum. er að blinka út. Rétt svo þetta er ekki. Þeir stampíta. Já, ok. Bara Þeir mjög vel fyrir spila. TP, já. Þeir ná Já. að dodge þetta smoke. Óhefni svo sem fyrir skiljur svo að rampa inn á sendarinn. Já, einmitt. Ekki beint hitt. Hann er með 5000 HP. Það er ekki slæmt, sko. Nei. Finnst það inneit eitthvað samt underwhelming að hann sé með 660 max health eftir 44 mínútur? Eða sko bónus max health? Er þetta ekki fyrir eitthvað weak eða? Eða finnst það eitthvað lítið? Já, þetta er nú ekki svona... Svo sterkustu inneitunum sem maður sé, sko. Nei, þú veist eins og meðan Primal er með 40% building damage, það er tölvöld betra. En allt í lagi, það er komin, já. Hvaða items er þetta tífus? He's dead for me. It's for all of us. Þá komum Shardin og DK, hann ætlar í Swiftblink, komið AC ekki DK, VK, Wraith King. VK. VK altså. Já, En W. doppel VK. Já, það er að róast aðeins. Það er 1,5 mínúta í að Roshan gæti spánað, ekki satt? Jú. Og Kitty Kari eru smókaðir. Þeir ætla inn í þríðningin, það er verið að pinga hann. Þeir vita þeir hittur hérna. Vinski er að fara að sína sig. Ó. Fresni er í nágrennu. Vikki sýnir sig. Túrar inn. Túrar að stampita. TK og Bara Brian íta á- Fist eru í burtu, ekki hérna. Íta últið. Ok, ná bara sleppa heldur Ok. vel. Má. Sýnst nú bara að vera glimmercaps og það bjargaði málum hana. Já. Sjáum að Cromwell er komin í stöðu til að taka á þessu creepeðu sem Dr. Baby er búinn að sjáfa inn. Hver er buyback status? Er það ennþá alltaf cooldownni? Oracle komið sitt. Hann er eini sem er með það núna tilbúið. Já, það er ennþá 3 mínútur í þessi 3 stóru. Já. Í fyrsta þessum 3 stóru. Það er að spána annar tormentor. En nú myndi ég giska á það sé bara að bíða eftir næsta Aegis. Ekki mikið action. Tekkis er að nálgast hexi sitt. Ekki Já, Tom. Það getur nú verið hjúts. Shigiro er með... Ok, hann er með... Hann er bara með support tríóið. Force, Glimmer og Solarcrest. Annar Gummi er að nálgast Sivas. Ok, hann er búinn að vera með Aganimi svolítið tíma. Það er ekki bara inn hérna eða hvað? Já, þeir eru kannski bara að sko taka map control og býða eftir næsta ross. Þeir eru bara Já. safe fyrst að Sniper er ennþá við buyback cooldown. En það eru svo sem Gummi og Dr. Baby að fá frekar mikið space. Já, til þetta er að svona, fá þeir eru að þessu. maxa mappi betur sko. Það er mér annars síns aftur. Hún er þannig ógeðslega mikið að dóti til þess að berga sér. Guardian Gris, Lotus, Frekar Glimmer. erfitt kill sko. Ok, Ok, Fyrir inn. út í að, hann ákveður að klára turnin bara. Forza reaction. hann er býst tekað og ekki alltaf mættir. Þeim er alveg sama eða hvað, ok, byrjaðum það. Á meðan er Sniper bara að lemja turnin.
Fremarbíll sér snæperinn. Já. Hleypur í átt að þeim. Ok, kemst ekki í gegnum ísvegginn. Sjáum að Míleraxinn nánast dauður. Þeir setja bara, þeir fara bara fyrst Míleraxinn. Fyrir snæperinn. Snæperinn ábygg á B. Það er líka Stampede. Hann að kæta þetta freka vel á Cromwell. Þeir ná honum eiginlega ekki hérna. Það lítið freka illa út fyrir skiljið sjú. Dot Baby að falla. Já, ég ætla ekki að vera leiðileg sko. En þetta sennilega búið. já. Það vantaði herslumunum upp á að ná snæperinn þarna. Já, þau þurftu að nefnilega, held ég að executa þetta alveg rosalega vel. Þetta bara mjög erfitt að gera þetta. Þú veist, ég hvað hann þarf alveg að hoppa leið og hann sér að Frænarpistinn búinn að ná snæperinn. Einmitt. En þú veist, það bara ógeðslega erfitt þegar það endalaust að vera eitthvað að kasta spells og cancel blinkinu og eitthvað. Nákvæmlega. Þannig En já, vel spilað hjá Kidda Garri og félögum. já, þínir menn taka þetta bara 2-0. Já, ég frekar bara ánægð með þá, sko. Þannig að þetta er Þetta bara, er mikið svona compact Dota-lið, sko. Það er ekki margir frekar riðgæðir. já það skilji, ég er ekki búinn að þurfa aðeins að dusta Rikki af Dota geislatisnum. Já, það er svona þessi, við erum svolítið af sömu kynslóð þessi, ég og þessi menn, sko, við erum að finna leikinn svona í ellinni, sko. Skilji. En þeir eru hörku góðir, verð ég að segja. Já, allan að bara öflug byrjun hjá þeim á þessu móti. Já. Hvað, ég vil ekki nú vera, sko, láta það gera upp á milli strákana þína, en hvað, ertu með eitthvað svona MVP fyrir þessa seríu? Fyrir þessi, ég verð að segja að Kiddi kom mér ansi mikið á óvart tekkisinn, sko. Báðir tekkisnir fannst mér frekar vígalegir, sko. Já. En svona, ég myndi setja hann á svona overall MVP, en í þessum leik var náttúrulega snæperinn eiginlega karriðaði leikinn svolítið, sko. Já, Cromwell átti mjög góða leiki bara í báðum leikjum. Já, og hann var svona settur í þessum leik var hann náttúrulega settur í þá stöðu að vera targetið, þannig að hann spilaði oft vel út úr því og þannig náði fætinu svolítið að vinna þegar hann var að lifa af, sko. Kæta. Ætli við setjum ekki á Kidda og Cromwell saman, ef það deila því. Þeir eru svo miklu vinir. Jú, finnst þið það. En þessi 3 wisdom rún verða tekin fyrir á töflufindi, sko. Þetta er ekki, það má ekki gerast, sko. Þetta er illegal, eins og við segjum. Já, einmitt. Við sáum bara graffinu hvað hefur rosa mikið áhrif. Bara á overall, bara, veist, liða experience difference. Herri, já. Ég er búinn að vera bara sjá Dota núna bara síðan hádegi, sko. Þannig að ég held Já, farið frí bara. Bara að kalla þetta stutta laggóttina í kvöld, sko. Skulum bara sleppa viðtal. Fyrst að ég er með annan þjálfarina bara með mér í kast. Já, ok. En já, bara takk fyrir að vera til að vera með að kasta. Já, takk fyrir kastið. Það var gaman að fylgjast með þessu. Hvað er eiginlega klukkan? Þú ert í Noregi núna, eða ekki? Klukkan, Já, hún hvað? er Bara 1? rétt skriðin er 1, sko. Já. Ég er bara að fara að lauð mér í hátinn. Já. Ég ætla að fara fyrst yfir með smá eldræðu og svo bara beint á kottan. Já, herru. Það segir bara gangið vel með það. Og Já. Bara góða nótt. Góða nótt. Já, við segjum þetta bara gott í bili. Kæru hlustundur, takk fyrir áhrifið. Og já, ég veit nú ekki, næstu leikir eru ennþá óákveðnir, þannig að þið fylgist bara með á Ísland Dota Discordinu fyrir næstu viðræðinir. Og já, takk fyrir mig. Sjáumst síðar.